Komið sæl og velkomin í fyrstu umferð hérna á Íslandsmótinu í skák. Ég heiti Ingvar Þór Jóhannesson og ætla svona að skýra skákina eins best og ég get. Og fyrir framan okkur eru við með skákina hjá Vigni Vatnari og hérna í Stengriðssyni, hér er enda með hvítt. Við sjáum hérna viðurinnar í horninu, vonandi sést ágætlega. En við ætlum að kíkja svona hvað er að gera þessi skákunum og byrjum með þessari skák. Hér með hvítt. Ég ætla að sjá svona hvernig þetta hefur þróast. Það var D4, þetta er fyrir 6. Series 4, 1-6, þetta er C3 og D5. Svona hefðbundið drottningabragð. Og hér fyrir henni móttekið drottningabragð. Og þá er algengast að leika hérna P-dreipur. En Vignir leikur hérna riddaradreipur D5 og þetta er svo kallar semitarras. Svartur svona gefur svolítið eftir miðborðið, hvítur nær að leika hérna E4 og nær miðborðinu svolítið á sitt vald. En svartur fær svona að skjóta liðskipan og vonast til þess að geta ráðist á miðborðið sinna. Aðalega er þetta svona frekar traust staða svartan. Og hérna kemur hrókur B hjá Héðni sem ég held að hann hafi leikið áður og ég held ég færi mér rétt mál að Fischer hafi leikið þessu ökt hjá hann. Já, þess að sjá hérna. Já, þetta er hrókur B. Og hugmyndin er vantarlega sem sagt í aðalabrigðinu þá drepur svartur hérna á D4 og leikur biskup B4 skák. Þessi leikur kemur bara í veg fyrir það, þannig að hugmyndin er svona óbeint að verja miðborðið. Og já, forðast uppskipti, biskup B7 hjá Vigni, riddar fyrir 3, mennirnir út, drottning C7. Þetta Vignir hafa telt byrjunina svona tiltölulega hratt. Þannig hérna 2, aðra 6. Stuttrókun og svartur nær hérna líka B5. Biskupinn fyrir að D3, mennirnir út, 1-5, hvítur heldur þessu miðborð hérna og er með svona ákveðið rými hérna. Og oft þegar peðastæðin svona þá getur verið hættur og til dæmis er núna beinhóttur að leika hérna drottning hingað og kjölfarið tvöföldu árás hérna og rókin. Þessi svartur stoppar það frekar auðveldlega með biskup B7, riddari G5. Og þetta er svona hætturna sem er í gangi hérna. Ef til dæmis ef biskupinn var ekki hérna, væri til dæmis hér, þá ætti hvítur þessi klassísku fórn sem kallast Greek gift sacrifice að drepa hérna og skáka hér. Drottningin kemur kjölfarið og svartur í vandræðum. En biskupinn er hérna á E7, þannig að fórnuna á H6 gengur ekki. H6 fyrir hann frá 1-4. Það eru kaup hérna og núna leik Vignir svolítið kröftugur leik, leikur hérna F5 og ef að hvítur drepur ekki framhjáhlaupi eins og Héðinn gerði þá má svartur nokkuð alveg vinna. Þá er hann svolítið laus við ef við prófum bara einhvern leik, veit ekki hvað er best að hafa hann riddara G3 eða D2, segjum bara G3. Þá er svartur svolítið laus við svona að hvítur sé að sækja mikið á hérna kóngsvagninum. Jú, vissilega er einhverju leikir að koma hérna en svartur loka búðinu nokkuð auðveldlega og er svo að fara að reyna að nota hérna biskup og sérstaklega hérna reit og D4 sem geti hérna nýst fyrir riddaran. Það hvítur eiginlega verið að drepa þetta og það fái stöðu þar sem að bort svona. Það fái stöðu eftir, já, eittur B6. Það er svartur með svona góða virkni mannana, sterkur biskup hérna, mögulega reitin á D5, en er með hérna smá peðaveikleika á E6. Móti reyndar er hvítur líka með veikleika á D4. Þetta er svona, ég myndi giska á þetta sé dýnamísku jafnvægi, að svartur sé svona nægilega virkur til að vega upp á móti þessu peðaveikleika. Gæti til dæmis ef að hvítur var að drepa hérna
vantar að drepa með rók. Svo getur biskupi komið hérna og styrt þetta peð og tvöfaldar rókan, eitthvað slíkt í saman svartur með mjög aktíva stöðu. Má örugglega bara vel við unna. Vandamáli við erum að prófa að hérna, streymið á nokkrum stöðum. Við erum á Twitch, á YouTube, á Facebook. Þannig að ég er að fylgjast með hérna. Það menn að spjalla mikið. Já, þetta sem sagt Vignir og Héðinn. Nú skulum við fá stöðuna eins og hún held að, já, að Héðinn sé að hugsa í þessari stöðu. Sjáum Héðinn með hvítt með þessa munngrímu. Ég held nú að tilgangur með grímunu var að hafa yfir nefinu. Menn spila bara sinn leik. Mótið núna það fer fram hérna á Selfossi og hvað var þetta að kalla, vinnustofa. Þetta er bara bankinn, vinnustofa. Það sem er nýopnað hana og já, vantarlega í gamla bankahúsinu á Selfossi sem að flest reyða kannast við. Sjáum að aðstæðan virkar bara mjög fín hérna hjá þeim. Gaman að sjá Vigni sútitt í jakkafötum. Já, munngríman er að koma gríðarlega sterkinn. Sko vona að sé einhver annan tilgangur en einhverja sóttarnir með þessu. Því að þetta er ekki að gera mikið gang samkvæmt þeim upplýsingum sem að svona, já, hefur verið dreift á helstu miðlum. En allavega, áfram gakk. Við erum líka með skákina Hannes og Guðmundur. Sjáum, já, þetta er öfugt hjá mér. Þetta er Hannes Guðmundur. Ég er rugglaði með þetta er eiginlega mjög svipað sjónarhorn á hinu borðinu nema hvað akkurat öfugt. Þannig að ef við sjáum Hannes hér og flippum svo yfir á hina kameruna þá er Hannes hinum megin. Hann er að labba vinstra megin og hann að hægra megin. Stórkostlegt alveg. Sjá speglununa. Herri, allavega Hannes sem er hvítt hérna. Þeir eru komnir, já, 14 leikir. Svo sjá bara hvernig það þróaðist. Þetta er nú hvað gerir hérna? Já, svo afsakið þetta. 1-4, 1-5. Nei, fyrir gerir einhverju sér svim, það er síklarverðin og biskup B5. Þetta virðist bara vera orðið hérna algengst afbrigði nánast gegn síklarverðin. Við sáum þetta mikið á Reykjavíkskápandinu. Það var sjaldnar sem við sáum síklarverðina og þetta biskup B5 afbrigði sást mjög oft. C4. Nokkuð óvenjulegt hvítur skilur hérna biskup svona eftir svolítið fyrir utan peðakæðina. En við vonast samt svona til að byggja upp það sem kallaði svona Marxi bændbeðasta svona trausta. Jafnvel leika D4 eitt hérna í framtíðinni færi býst en við sjáum að eins og hann terbreyta þá erum við peð á D3. Mjög traustu uppbygging í hvítum, biskup A4, A6, biskup 1-3, Hannes kemur bara mennunum út. Og fer í þessu uppstillingu hérna, drottningin baka biskupinn og hefur þá í huga að ná þessum kaupum hann á H6. Fer í það hér, biskup B7 og fyrir kaupinn. Hrókar Ari til Einari. Já, nú er spurning bara hvað planið er. Þannig var að koma leik á D5. D5 hjá Guðmundi. Sem að býður upp á opnun á tablinu.
og við skulum kannski skoða það aðeins. Það er rétt að benda það eins og við sjáum hérna sést ekki ágætlega hérna niðri viðregnar. Gauti Páll Giska og Hannes og Guðmundur líka eftir 7 tíma setu. Guðmi reynir að vinna mislita biskupöndapeð undir jafntefli eftir 5 leikjareglu. Þetta er svona smá grín hjá hérna Gauta, en það er enda rétt að Gauta að það vill oft vera þannig að Guðmundur Kjartansson á lengstu skákinnar. Á yfirleitt lengstu skákinnar á Íslandsmótinu. Hvernig sem á því stendur. Og það hefur svona gengið upp og niður. Ég minnir að þegar hann vann þetta fyrsta þá hafði hann eiginlega alltaf verið með svona með síðustu skákum í húsinu. Það er aðeins að fatta svona kannski aðeins upp svona. Já, svona. Já, D5 hérna hjá Guðmundi. Og maður spyr sig bara ef að við förum beint að augum og leikum til dæmis E5, hvert er þessi riddar að fara? Hann fyrir valla H5, þá fellur hann. Það er þekkt að svona riddar á því kanti eða þú rekur hann, hann kemst ekki tilbaka, að þá nægir Gunnar 4 ef að þessi riddur er valdaður. Þannig að þessi riddari myndi þurfa að hörfa á E8 eða G8. Og þá er spurning hverjum er það í haga við opnum tablið hérna. Drepi og E6. Það virkar nokkuð hættulegt. Hóttum til dæmis jafnvel okkur Jessu hérna. Drótning G5 getur að leikur, tvöföldun. Það virkar svona nokkuð þynga, þannig. Þannig að þetta er þetta spurning, þetta er örugglega eitthvað sem Hannes er að skoða. Hvað ef hann leikur bara E5 hérna í stöðinni? Virkar hættulegt. Sé að menn eitthvað að tjá sig hérna á Facebookinni og eitthvað minna á Twitch og ekkert á YouTube. Það fylgjast bara best með hérna Facebook. Hannes er búinn að drepa, 7D5, 1D5, það er ekki betur séð. Við séð það ekki hérna. Já, hann leik ekki E5, hann getur náttúrulega ekki E5 núna. Hann getur ekki E5 núna. Og þá er bara sama stað, E4 riddar E8, E6. Það var spurning hvort riddar að fara G8 hérna, þetta er að valda E7. Það virkar svona hálf klaufalegt. E5 er komin hjá Hannesi. Það sem Hannes gerir alltaf vel að hann svona skinni hvert menn er að fara og ef hann fær færi á að hérna gera með næsta þessi slæma eins og hennar riddara núna sem þarf að fara upp í borð og þá gerir hann það. Mjög svona klassísku skákmaðurinn Hannes. Mín tilfinning er að Hannes sé nú með eitthvað betra hérna og það eru hörku viðrin í þessari umferð. Við sjáum það eru stórmeistarar að mætast hér. Guðmundur sýnist mér hafa að fara á G8 allavega handarhreyfingunni. Já, þeir eru hérna að mætast hreinlega 6 stigahæstu keppendur, meira að minna. Ég held að Hjörvar sé stigahæstur, hann fær Þröst sem 7. Ég reyndar 7. 7. eða 7. Man ekki hvora herri hann er Bragi. Svo er það bara Hannes og Guðmundur og Héðinn og Vignir. Þannig að fyrsta umferðin hörku umferð. Við skulum kíkja, já, við erum ekki bara að kíkja á Hjörvar. Skulum sjá það bara hérna, skipti. Þar eru við reyndar með Sigilvörn. Hjörvar hérna með hvítt. Gegn Þresti, skulum sjá hvernig þetta hefur þróast.
það er opinn síkjalagur, biskup G5, rásir og svo virðist vera mikil tísku lína að henda sér drottning á G3 í mörgum atburðum í síkjalagur. Eina 5 hjá Þresti, biskup Series 4, biskup eina 6, hérna verður kaup. Sjáum á tímanum að Hjörvar virðist vera betur að sér í þessar stöðu, opnar hérna taflu með F4, drepið, drottning C7. Þannig gæti eitthvað svona verið mjög óþægilegt. Minna óþægilegt núna, hrókur F1, H6. Svartur er í smá vandræðum út af því að hann er svolítið bundinn hérna. Kóngurinn er fastur að valda þetta ESSP. Við verðum mjög sáttir að geta leikið til dæmis hrókur F8, kóngur G8. Svona hróka handfært. Ég held að ekkert hann ákveðið að hafa fín þýðing á castling by hand. Ég ætla að handróka. Já, hér er sjálfvirki faktcheckarinn aðeins þeir búin að koma þetta hreint. Þröstur er með 2422 og Bragi 2419. Þannig að þetta er rétt að þetta eru 6 stig hæstu. Já, ég myndi ekki alveg hvora stig er. Þannig að þetta er þannig að 6 stig hæstu er að mætast í þessari umferð sem er mjög óvenjulegt. Svo er annað sem ætti benda á að í svona töfludrætti þá er náttúrulega mismunandi hvað menn eru heppnir með liti og annað. Alltaf best að fá 5 hvíta og 4 svarta. Þess vegna finnst mér áhugavert mót þar sem að alltaf leiðilegt eða er bæi mótum. En að samanskapi ef það er til dæmis 11 keppendur úr bæ þá fá allir jafn oft hvíta og svart sem er sanngjarnar auðvitað. Sanngjarnast verður auðvitað tvöföldum fyrr. Tvöföldum fyrir 6 manna flokkur til dæmis 10 fyrir. Það er mjög sanngjarnt, fá allir sama lit. Þannig að þessi móti til dæmis þá fær Héðinn 5 sinnum hvítt og hann fær held í hvítt á alla stiga hæstu. Þannig að drátturinn er mjög hagstæður fyrir Héðinn. En hann hefur svo sem verið það fyrir aðra áður. Ég veit að Hjörvar til dæmis fekk mjög hagstæðan drátt einu sinni. Hjörvar leikinn hrókur D3. Þannig að athyglisvert trikk í þessu sem að þetta gerir ekki neitt. En ef við ímyndum okkur að vera eitthvað hérna til dæmis svartur biskup að hvítur getur líklega að leiki hér. Málið er bara að það gerir ekki og lítið að því kóngurinn færi sig og drottningin þarf að færa sig aftur. Ef við hins vegar tækjum þá getum við nýtt fráskákina og unnið svo drottningunum tilbaka og peði í leiðinni hérna D6. Þannig að já, þetta er taktík sem að kannski virðist ekki skipta máli en gæti gert það og það er oft ágætt í skák og skákum að skanna svona mögulega taktík eins og þetta, ok, hérna, þú veist getur skáka hér, hittar getur ekki drepið út af fráskákinni. Kannski ekki í þessari stöðu en að því svona inn í stöðun eftir að skoða möguleikana að ef að möguleikin vaknar óvart síðar þá ertu svona meira tilbúin að finna taktíkina því búin að vera skannar sko. Hjörvar, já, hann lítur að hafa betra hérna. Svartur er smá vandræði með kónginn og hvítur er farin að ógna farin að hóta að færa sig upp á skafti. Þessi hrókur til dæmis geti komið hingað og þá allt í einu geti þetta verið hótun sem vorum að tala á. Segjum þessu dæmi bara svartur ætla að reyna að fara í eigin aðgerðir og ég leik hér. Þá kannski væri eðlilega stendur að fara í þessar aðgerðir hérna en segjum að svartur myndi vilja byggja eitthvað upp A5 eða C5 sem kannski er ekkert svakalega rauðgreittir leikir að þá, nei, þessi er dróni núna, ok. Ég ætla að fara í sögum hugmyndi. Nú eru þessi onni henni í lokin sem að breytir þessu aðeins. En það sem ég ætla að segja var að með hrókjuna G3 þá voru alltaf hann dæmi hérna
en nú erum við farin að hóta ykkur og getum drepið hérna næst og svo videre. Það er svona möguleg hugmynd en virkar ekki alveg. Virkar ekki alveg í ríkinu. Ég var að sjá hérna. Já, eins og Gauti segir að þessi drottning G3, þetta er hugmynd gegn Taimanov. Það þekkir þetta ekki ráð sér. Já, einmitt, ég hef aðalega séð þessa hugmynd Taimanov, það er rétt. Nei, ég ætti að setja líka í þessu sko. Þetta drottning G3 dæmi er orðið eitthvað furðulega vinsælt. Það sjá, kannski er þetta svona. Svona. Já, ég sé að við erum svona, þetta er ekki alveg að virka 100% en allt í lagi. Sést svona cirka. Við skulum skoða líka stigalegri keppendur mótsins, þeir eru spennandi. Sjáum að fyrstu leikur hérna E5. Og ég kannski svona kortur í að ná svona ágæti stjórn á vörninni. Já, hann er að laga stöðun aðeins, laga konginn og á þess að lendi í mikilli sókn. Vandamáli er að við ætlum að fara að hróka handfært að þá er hvítur komið með svolítið marga menn hérna að sækja. Þannig að ég hugsa að sé auðveldara að tefla hvíturstöðuna. Ef svartið fyrir ómikla eitthvað svona bilinni getur við alltaf líka bara B3 og heldur svo að fara að sækja. En skoðum hérna hér er Símon Þórhansson gegn Braga sem er komið nokkuð vel á veg, jafnt á liði. Þetta var Hollendingur. Það er að sjá hana hvort það sé ekki alltaf nefnir hljóða svona. 1, 2, 3, testing 1, 2. 1, 3, testing. Já. Allt í fína. Þegar D4 og Hollendingur hjá Braga. Bragi voða mikið í svona, segjum kannski ekki shopstandard, en hann er svona í svona sullufótafræðum, eins og sumir myndi að kalla það. Hérna teflur hann, já, fer í Stonewall. Það menn hafa aðeins verið að gera þetta. B3 út á hann G7. Við myndum að stoppa hérna strax að hvítarleiki biskup A3. Þess vegna leikur hvítur stundum hérna drottning C og biskup A3 sem ég sýnist að, hvað fæ ég ekki verið, hérna? Bójörar. Sem ég sýnist að Símon hafa gert hérna, drottning C1, biskup B7, biskup A3. Þetta er B7, það var að kaupa hérna. Og já, Símon fyrir bara að kaupin. Bragi tekur á móti. Svartur eru þetta með mjög dræsta stöðu. Þetta heitir þessi byrjun Stonewall. Þetta er steinveggur. Þetta er ekkert eitthvað, þetta er ekkert glerhús sko. Kongur D6 svona stoppar upp í veikleikana. Hvítur hefur ekki náð svona til dæmis yfirráðum að þessum E5 reit sem við vill oft fá í grótgarðinum. Til dæmis með einhverju riddara mannúveringum. Stundur sem að reynda riddara E4 núna, en ef það var riddara D2 þá kannski farið þessi hinga. Hinn riddarinn sem verið þá hér farið hinga og þessi þá aftur hinga. Og þá ertu komið svolítið valdinn á þessum E5 reit. Getum ímyndað okkur E3 og riddari E2 líka, eitthvað svona mannúveringu. Hér og svo E5. En ekki ná því, dreipur hérna á F4. Og ég held að svartu mig bara mjög vel vinna hér. Ég ætla að koma með aðeins betri peðastöðu hérna. En ekki til að ágjöra fyrir hvítan held ég. Það er stakk peð hérna. En eiginlega forsenda fyrir veikleika í skák er að
Þessast fórstu fyrir því að veikleiki sé eitthvað til áhugjur af er að það sé hægt að ráðast á veikleikan og svartur nú ekkert að fara að ráðast á þetta peð hérna svo glatt. Þannig að ég ætla að giska á að ég ætla að svartur standi eitthvað aðeins betur. Það væri mjög glaður ef hann geti þessi kóngur mjög aðtilsverður. Það væri ekki onni í bjössu, það er þetta valda, en svartur verður mjög glaður að ná að leika hérna D4 og kannski H5 G4. Þá er hann komið svona smá kontról á stöðunni og getur í kjölfari að fara að leika E5 og stendur betur. Þannig að Bragi líklega reynir að tefla þetta til vinnings. Svo er það Alexander Oliver og what is going on hérna Station. Þeir eru komin með 13 leiki hérna og allt í hassi sko. Við verðum að sjá hvað gerist hérna. Þeir byrjuðu spakir hérna E4, E5 og fara hérna í 4 rittaratabl, biskup B5, biskup D6 hjá Hilmi. Hann er yfirleitt kenta að þessi biskup var ekki heima hér, en hérna er skýrt markmið. Svartur vil bara valda þetta peð ef hvítur drepur á C6 og ef hann gerir það þá opnar hann leið fyrir biskupinn og svartur fær svona nokkuð skjóta liðskipan og er alveg sáttur. Og hugmyndin í kjölfari er svo oft til dæmis hérna eftir D3 stuttrókun A3 stundum að leika bara hrókur E8 biskup F8 til að valda þetta F5 peð, leika svo D5. Já, eða eins og Hilmir valdi hér að leika biskup C5 og þá allt í einu völdu þetta peð svona svipað eins og í hérna í Spánverjunum. Já, ef þetta er drepið, peðdrepur, rittaradrepur þá hefur við vantar að dra D4 hérna í lokin sem situr á rittaran og eftirpeði. Þannig að biskup G5 komina hjá Alexander Oliver, A6, biskupin hörfaði og sama báða megin, má segja bæði, D6 og rittari D5. Svartur býður hérna upp að dans, hvítum upp að spyrja út í þessu leppur hérna, sem að svartur ætlar að leysa hérna með G5. Ná, ef biskupin hörfar, þá er hvítur líklega í vandræðum, getur til dæmis drepið hérna, leikir rittari E7 og svo er F5 F4 að koma. Þessi biskup lítur ekki vel út. Þannig að Alexander drepur hérna G5 og svartur má náttúrulega alls ekki drepa hérna á G5. Þá kemur biskup drepur og þessi leppun er allt og erfið. Þannig að Hilmir skýtur henni rittari D5 og þá getur hann, ef þessi rittari tekið tilbaka, þá getur hann tekið með peði sem nú er valdað og setur á biskupinn með peðinu. Þá lék Alexander drottning H5, drottning F6 hjá Hilmi, valdar til peðina. Hann hefur ekki tíma til að leika rittaranum hér eða hér. Sögum þess að við einfalda drepum hérna F6, H6 fyrir ekki og þetta er ekki svo glatt valda. Þannig að drottning F6 líklega þynga. Þá var rittari H7, tvöföld ótun, þannig að engin tími til að taka inn rittara og drottning G7. Það maður eiginlega að telja sko. Það eru hérna hvítur með peð fyrir mann. Stærsta vandamálið hins vegar er að svartur í vissum þörfum. Ef við drefum hérna þá erum við að leika skelfilega á okkur, sýnist mér út af þessum og drottningin var eitthvað reyti. Við myndum þurfa að leika bara biskup F6 þá erum það var full mikið að liði hérna. Þetta er líklega bara að drepa tilbaka og drepa svo hérna rittar næst. Við höfum 3 menn fyrir hrók sem er alltaf mikið.
Þannig að maður hvíti drefa hér og þá ef við lengum hérna þá kemur riddari F6 skák. Þá kemur alltaf kóngur drefur H7 og þá endur nýju við þessa hótur hérna. Biskup Gunnar 4. Dróningin er enga reyti þannig að hvítur hefur ekki tíma til að drepa hennar riddara. Og ef það er niðurstaðan þá svartir bara að fara að vera manni yfir hérna fyrir skýð og ingenting. Fyrir ekki neitt sko. Þannig að mér sýnist þessar flækjur vera verulega hagstæðar fyrir Hilmi Frey. Og sama ef hvíti þarf að leiki H3 eða eitthvað slíkt, það er alltaf hægfæra. Þannig að mér sýnist að þetta er algjörlega missefnum byrjun hjá Alexander Ólafur, líklega bara tapað. En þá erum við búin að skoða gangmála í öllum skákunum, þannig að við ekki að vippa okkur aftur yfir á stigahæstu viðureign dagsins, Héðinn gegn Vigni. Báðir með 2 og 5, það er eina þannig skákin sem er í gangi, þó að auðvitað eigi Guðmundur Kjartansson að vera yfir 2500 stigum. Og hann sé það ekki í augnablikinu. Hér stendur upp, en að Vigni er að vantala leikinn. Við sáum stöðun eftir riddari F6 og spólaði hans tilbaka hana. Hrókur hjá Héðni. Vignir styrkir stóðirnar eins og við spáðum. Biskup D5. Biskup D2 hjá Héðni. Og það er að kaupin á F4 og Vignir á leik. Líka svona beinast við að annarkvort líka biskupnum hér og fara hérna betri skálínu eða jafnvel fara með hann F6 og bara spila hvítan hvernig hann ætlar að eiga við þetta peð hérna. Sýndist Vigni leika, hann leikur på 76. Ég held að Vigni megi bara vel við hana. Björn Ívar er hrifinn af þessum kóng hérna á F5 hjá Braga. Talar hérna það sem kallaði King of the Hill. En það er variantur í skák, mjög skemmtileg variantur hendar. Við skoðum skákina Braga aftur. Það er variantur í skák sem að vinst, það er allt eðlilegt. Nema auk venjulegra reglna í skák, að þá vinnur skákina þá kemur kongnum á miðborðið. Þannig að þetta væri King of the Hill, að það væri Bragi búinn að vinna hérna með kongur í F5. Og skiptum yfir í topp. Kristall bara styrka okkur í fyrra. Toppur er að koma sterkur inn með eplabræði, þannig að við bara skiptum styrktaraðara. Sjálfsögðu að grínast, það er engin ekki framleiðandi að styrkja okkur. En ef þið viljið gera það, þá bara ekkert mál. Bara ekkert mál sko, ég bara röddu því sko. Já, þetta er skemmtilegt tema, en ég hugsa Bragi sem eitthvað betra. Herru, förum aftur í hérna toppstrákana og sjáum gangmála hérna hjá Hannesi og Guðmundi. Þessi D5-leikur var kannski misræðun hjá honum Guðmundi. Hérna kemur E5, rittarinn þarf að fara G8, klaufarlegur rittur og Hannes opnar tabli hérna með E6. Þetta verður að drepa því annars kemur bara E7 og þessi rittur er valdaður.
virka sem, já, getur eitthvað vandræði. Kannski dreipið á F7 reyndar bara. Ritter F6, bara dreipið hér og svo Ritter G5 og Ritter 1. Það líklega betra heldur en E7. Þannig að ok, dreipið. Og já, auðvitað, ég misti þess áðan. Ég drap á E6, Ritter G5 sterkari. Þannig ég sá það í hinu variantnum og hérna sjáum við það. Hann hótar að koma hérna inn og Hannes ekki bara að vinna lið. Hann hótar bara gafl á E6. Við erum með tvöfalda hótun á E6. Gummi bara enda henni í gafli. Hrókur til E8, Ritter til E6. Já, þessi DF-in leikur var og snemma á ferðinni. Og Ritter E4. Svartur kannski með smá bætur. Það ekki einu sem með pleysamt. Ágætis biskup á B7 en ég held að Gummi þurfa að fá verulega virkna mennina til að réttlæta þetta. Það kom einhver riddara hérna H5 F4. Spurning hvort að já, maður þetta F4, hvað gerist eftir biskup D5? Já, sjáum að biskup D5 þá getur Hannes einfallega að drepa hérna á D7. Drónhingdur yfir og hrókurinn sleppur hér. Getur reynda að fara á D6 líka en hann sleppur hér. En sjáum hvað setur, eitthvað í þessu. Gummi leik hérna B5. Og þá ekki lengur Ronny á D7, en við getum fara á B3, þá völdum við D4. Það virkar nokkuð þingað. Leika hérna biskup D5, eða fyrir ekki biskup B3, stoppa biskup D5. Og þá virkar hrókurinn svona ágætlega. Öryggur, það enda C4 hana, veitum við, hvað að gerast hérna? Þegar hann fer hér, C4. Nei, þá getum við drepið. Og þetta beður Ronny. Þannig að biskup B3 ætti að vera í lagi. Og ef svo þá spyrir maður sig hvar eru bæturnar hjá svörtum. Það eru líklega bara ekki til staðar. Svo getur þessi riddari verið að fara að G5. Það þetta spurning hvort að Hannes að spá í því bara hreinlega. Ég efast samt það. Hvort að riddari G5 sé mögulegt í stöðunni. Dreipið A4, hrókur E7 líklegast á mikið. En óþarfi. Aldrei að fórna munnið. Biskup B3. Aldrei að fórna munnið því svokallaða KISS-kerfi. Keep it simple, stupid. Sem er vannmetið að halda hlutunum bara einföldum. Sýnist hann eins og búin að leika hérna. Biskup E3. Og Guðmundur hugsa málin. Og ef maður mun verið tíma eins og ég sá að litinu þarna á klukkunni segja til hvítt og svart. Hann sem er 37 mínútur og er spakur og stendur bara upp. Fær sér göngutúr, kíkir á Hjörvar. Gengur fram hjá honum reyndar, en við ætlum að kíkja á Hjörvar. Gerum bara sama Hannes. Förum á smá rúnd. Eftir hrókur D3 þá kom hérna Einar 5. Nú ég ætla að sjá hvort að nei, engin í heimsókn. Já, eftir hrókur D3 þá lék Þröstur Einar 5. Biskup fór á D2. Dronning C8 býr upp á kaup. Hjörvar sagði nei takk, ég í sókn, Gunnar 4. Hrókur finnur 8, undirbýrað
koma konum í skjól. En eins og ég sagði, skjólið kannski ekkert eitthvað súper gott. Hrókur finnur 5 og drottning 1-6. Það er spurning hversu vel svörtum líður í þessar stöðu, því að hvítur á mjög svona auðvelda sóknarleiki. Það getur leikið G5 hvað hverju, getur reyndið að vera eitthvað triks með G6 er ekki eins og trikka því drottningin er völduð. Þannig að við eigum sóknarleiki G5, við getum tvöfaldað, við getum sett hindrókinu hér. Ýmislegt í stöðunni. Og það er jafnvel hægt að leika drottning H5 og setja hann svo á G6. Við reyndar viljum ekki kaup, þannig að líklega kemur þetta ekki til greina. En lykilatriðið er að mér sýnist við geta telt þetta svona, en nei, við geta ekki. Ég ætla að vera eitthvað sniður hérna, svart að geta leikið hrókur H8. Hugmyndin mín var að þetta strandar sem svörtum út á drottning G6 mát. Við getum skotið inn hann að hrókur H8. En það sem ég er að reyna að koma framfæri er að hvíta staðan er svona auðteflanlegri, af því að það er svona auðveldur sóknarleikir sem við getum leikið. Að meðan ég veit ekki, viljum við fara hér líklegast, en þá er taflið að fara að opnast líka. Hrókur G3 og G5, þannig að líður okkur vel. Viljum við fara í hináttina, vera hér. Það kemur jafnvel til greina, sko. En þá allt í einu kom einhverju svona leikir, rittur A4, C5, B6. Já, ég myndi ágjöra ef ég væri þröstur í þessari stöðu. Það er líka með verri tíma. Hjörvar er með 27 mínútur. 15 mínútur hjá ég bara gaf hvort að laggi hérna, ég er ekki með eitthvað vöðakipi. Og 15 mínútur hjá þresti. Ég held ég slökku hérna, ég veit ég sé ekki að fá heimsókn hérna fyrir, en ég ætla að slökku á Discord þar sem ég var að bíða eftir mönnum. Tökum það síðar í mótinu, ég ætla að reyna að plata góða menn eins og Jón Uttor og Sigurbjörn til að kíkja með mér. En ef við sjá hvað að gerast hjá Alexander Oliver, okkur fannst þetta að vera í hart með að tapa bara á hann. Hilmur með hvítt. Sjá hvort mér sé að segja eitthvað hérna. Allt með kjörum. Herru, já, það er ekki konið margir leikir. Eftir drottning G7 þá drap Alexander á D5 og kóngur H7. Alexander á einungis 11 mínútur eftir 14 leiki. Þannig að þetta hefur algjörlega misjafnast þessi byrjun hjá honum. Og mér sýnst það bara að vera með tapa eftir 14 leiki vegna þess að hann getur ekki tekið á C6 út af biskup Gunnar 4 og drottningin fellur í valinn. Hún á enga reyti. Sem þýðir einfaldlega að hvítið þarf að eyða leik í að bjarga drottningunni nema hann eigi eitthvað hérna sem ég sé ekki, og þá mun svartur nýta þann leik til að forða hans riddara, til dæmis hér, og er það manni fyrir aðeins peð og með mjög svona fína og trausta stöðu. Þannig að það stefnir í fína byrjun hjá Hilmi, sem er svona skemmtilega keppandi að hafa í landsliðsflokki. Hann er svona jóker, hann
getur unnið alla og það var gaman að sjá hvað hann gerir á þessu móti. Gæti hreinlega að fara alla leið, allt gengur upp ef hann er í þeim gír. Við grunar svona að heilmikið geti orðið mikill áhrifavaldur á þessu móti, haft áhrif á toppbaráttuna, hvort sem það hafi verið beint eða óbeint. Símon og Bragi. Við taka smá pásu. Já, smá pása. Ég fekk boð sem að það var rosa freistandi. Það er hérna fermingarveisla í húsinu og mjög réttar hérna veitingar og það er ekki hægt að segja nei við því. En látum okkur sjá. Biskup D6 var síðasta leikur sem við sáum hjá Vigni. Hérna er leikinn á hrókur B7. Hrókurinn hefur eiginlega lokið sínu verkefni á byrlínu, ekkert að gera þar, þannig að hann fer hérna á opnu línuna, hrókur C1, rökréttur leikur, dronning F7 hjá Vigni. Hrakinn á opnu línu, fer á hálfopna línu.
setur þetta peð þó að síðan ólíklegt að það gerir eitthvað. Það var onni hérna á H2, ég ætla ekki að efast það að það hafi verið reiknað í þaula af báðum keppendum. Þeir líklega dregið það ályktun að þetta væri hættulegt eða hvað. Við þurfum vantarlega að leika eitthvað svona. Hvað að gerast hér? Já, spurning. Við hóttum bara að fara út með biskupin. Biskup F4 í næsta leik. Hlýtur að vera eitthvað svona einfalt í þessu. Ætlum við kannski bara að leika hana. Ætlum við kannski bara að taka mannin hérna. Það virkar hættulegt en kannski eru bara engin menn að taka þátt í sókninni. Kannski þetta bara eitthvað svona. Drepi hrókur G1. Og getur róni hér, við getum hent róknum inn á C7 ef drottningi fyrir skálinni. Ef skák getum við borið fyrir, komið aftur. Eða leikir hrókur G2 og þá er ennþá honni hérna. Já, hún verður ekki líka við þetta, þannig að ok. Bara aðeins að skynjast. Skegnast. Skegglýsingar. Þannig að drottning F7 leikið, þá kom biskup D5, D5, hrókur C6. Vignir á leik, hann á 26 mínútur á móti 8, það getur skipt máli. Gæti mögulega að valda A6 bara óbeint, leikið til dæmis hér. Segjum, ok, þurfum að valda þessum. Ok, segjum að leikið bara biskup E3 til að segja eitthvað. Þá ætla ég að fara hér. Við hóta drápölu hérna, þannig að hvítur getur ekki drepið hér. Og hrókur C1, þá getum við kannski bara leikið drottning G6, tvöfalda á 7. Það er eitt sem að, já, svo fyrir nú á svona, réttu stöðuna. Já, ok, hrókur F til E8 er kominn og biskup E3. Þessi leikir hérna hér og hér, það eru síðustu tvö leikir. Og það er eitt sem er svona þokkalega vigni í hag, svona langtíma. Það við förum í endað þafl, til dæmis tveir biskupar hjá báðum eða hrókur og biskup. Þá er svartur með svona langtíma tromp og það er að hann getur búið til frípeð hérna mjög hratt sem getur verið skeinuhætt. Og hann er líka með þessi peðöll hérna, flest á hvíturrit. Þannig að ef drottningi fara að borðinu þá kannski þetta til vandræði fyrir hvíta, en hann með aðeins verið biskup, sýnismanni. Þannig að Vignir bara örugglega átt í málum. Ég hugsa þetta sé nú bara svona í nokkuð jafnvægi. En tíminn er þokkalegur hjá Vigni.
Já, svona langtíma hérna tromp hjá Vigni. Kíkjum með Hjörvar. Sýnist vera komin landflotti hérna hjá Svarta Kóngnum. Biskupur H6 hjá Hjörvari. Og G5. Ef þetta er drepið þá svartu líka bara mát. Eins og ég sagði, getur gott að hafa svona, að því við erum búin að vera varfið þar núna í nokkur langan tíma að drottning H5 er í boði, þá kannski auðvitað að sjá það í akkvært svona stöðu. Og það sem meira er að þetta er bara mát, en þetta er svona sérstakt. Drottningin er að gera heldur góða hluti hérna. Þannig þetta er biskupur H6, getur við á G5 að þá lagði Putin að flota kongur E8. Það er komin sundrung í Kremlin, eða hvað. Hér var það vantarlega að vinna með mann tilbaka hérna. Getur bara á 6. En þá var hann engu liði yfir. Það kemur á óvart. Engu liði yfir ennþá. En ok, hann dreipur vantarlega og hérna segjum, já, biskupur byrjar 6 á getur dreipið hér. Þannig að hrókutur byrjar 6 virka þinga. Þá hefur við kannski þennan hérna. Sér það reyndar ekkert að vera svo leiðilegur eftir þennan. Þannig að maður spyrir sig, er þetta að reddast hjá svörstum? Því að hvítur er ekki að bróta sig gegn og ekki að máta, þá stendur svartur alveg ágætlega þannig séð á miðborðinu og getur brotist fram í endatafli með D5. Hvíti riddarinn á einhver sérstakar reyti, þannig að það er ekkert víst að hann sé sérstakur í endatafli. Hann þurfti vantarlega að færa sig hérna eitthvað yfir til að gera eitthvað gagn, fara á F5. Þannig að fáum stöðun eins og hún er. Hjörvar er ekki búinn að drepa ennþá á, jú, hann er búinn að drepa á 6 og hrókudrepur, nei, fyrir ekki, þetta er bara það sem ég var að skoða. G5 kongur E8 er allt sem ég er með hérna. Ég sé hvort að Hjörvar sé ekki að hugsa, hvað sjá hann best hérna. Sýnist Hjörvar að vera að hugsa, klukkan alltaf gengur á hann á 80 mínútur. Við reyndum með Hannes og Guðmund hérna í mynd, en við langar bara að sjá Hjörvar er hérna í bakgrunni. Þannig að spurningin er, eigum við ykkur aðra leiki hérna? Já, Drottningur H6. Auðvitað. Riddarinn er leppur. Þá er eitthvað að gerast. Þá vinnum við peð, gangur D7. Já, þá er staðan allt önnur. Þá erum við með hérna með frelsingja. Þegar nú verður vantarlega kaup, það verður drepið á F6, hrókudrepur.
Já, við myndum að taka smá pásu, það er að hjálpa hérna með æfingu. Komum að vörmu spori. Förum á Hannes og hérna Guðmunda með hann, þegar hann geti verið svona langlegin að klárast, og kíkjum svo á þá stöðu þegar við heldum áfram. Já, áfram gakk. Ungvi... Já, þetta er bara búið. Þá þarf ekki að ræða það. Við sáum hvað gerist. Biskup B3, við sáum þessa stöðu og vorum eiginlega alfarið á því að þetta var eitthvað misheppnað hjá... Já, það er bara að skipta menn undir fyrir meira minn ekki neitt. Getur ekki leikið C4 út af dreppið og Peroni, þannig að hann reyndi að virkja mennina. Eins og ég sagði, svona eina voni var einhvern veginn að koma riddar hér og reyna að gera eitthvað. En það býður náttúrulega upp á kaup, drókning E2 og nú þurfum við að eyða tíma því að þetta er hótun hérna. Og það með kóngina H6 sem er auðvitað vísbendingum að hérna sé eitthvað mikið af, og Hannes var ekkert að tvínana við þetta. Drókning Davíð 2, Gunnar 5 og Finnur 4. Það er bara að rífa upp hérna peðastöðuna og þetta er riddar dröpu D5, biskup dröpu D5. Gafst Guðmundur upp þar sem hann átti að því að drókning dröpu D5 er svarað með eftir G5 skák, hreyfa kóngin eða drepa hér, það kemur út á 1. Við getum drepið hér og drepið svo hrókin sem er væntanlega einfaldast, en það er líka hægt að drepa hérna á H7 og vinna drókninguna, bara matsatrið hvað manni finnst best. Þannig að já, Guðmundur þurfti ekki að sjá meira, hann hefur verið konum með fyrstu úrslit
Fyrstu úrslit á Íslandsmótinu 2022. Hannes Lífar leggur Guðmund Kjartansson. Já, það var hljóður að fara, ég tók það rétt á hann með fór frá. Já, komið aftur. Já, herðu, við skulum ekkert vera þrínuna við þetta. Þannig við færum okkur yfir í skák Héðins og Vignis aftur. Og hvað er að gerast hér? Hrókur C6 var það sem við sáum síðast. Nú ekki. Hrókur F8, biskup eina 3, biskup F4. Þeir eru að nýta þessa leppin eitthvað. Drottning finnur 3 hérna hjá Hérni. Hrókur eina 4 og Gunnar 3. Virðist vera að við gætum verið að fara í hróksendatafl. Það myndum við fá ef það væri dreipið hér og kaup og vantarlega tvöfalt hróksendatafla því að hrókutur breið 3 gætum við mögulega dreipið á D4. Grunni þó að það sé hættulegt fyrir svartan. En spurningin er hvernig eitthvað svona staða væri. Sérstaklega já, ef við myndum drepa tvisvar á E3 og í raun líka svona staða. En við þurfum ekki að spá í því af því að Vignir leik hérna drottning Davíð 7 sem setur á hrókin. Þannig að í raun er Vignir að afleppa hennar biskup. Hrókurinn við tilbaka á E3. C3 afsaki. Já, nú skemmtilega leppur hérna. Spurning hvort að svarti vil ekki haldist þessari leppun. Þá kannski kemur til greina leikur að borða við biskup G5. Af því ég held að svarti biskupin er aðeins betri. Af því að hvíti biskupin er svolítið passífur. Sjáum öll þessi peð á svarturreitum. Þannig að við erum raun bara að hjálpa hvíti með dreifum á E3. Þannig að við viljum halda þessu biskup annarkvæmt að fara G5. Jafnvel bara D6, er það ekki rökrætt líka? Og koma svo með hinrókinu á E8. Stendur svartur ekki bara aðeins betur út af akkurat þessum pælingum með peðin. Þessum peðapælingum. Og Vignir líka með betri tíma. Svo er það eiginlega þannig að þegar líður á skákir að hérna það var svona svo sem er yngri og með meira úthald. Ég græðir oft á því. Komum leikur á Vigni. Sýnist að hann hafa leikið biskup G5 eða ekki? Nú er spurning hvað gerist til dæmis ef við leikum frá okkur C, förum á línuna. Hvað er í gangi þá? Hvað er í gangi þá?
rauðgrautarleikur. Á svartur eitthvað kröftugt framhald, geti komið hróknum hérna eitthvað hans betur fyrir. Hvað græðum á því? Jú, við græðum ágætlega á því ef til dæmis drottningin hörfar á D1, hann fyrir vantarlega E2. En ef hann fyrir á E2 þá er hann alltaf ennþá leppur. Hvernig svo ættir að nýta sér það? Til dæmis svona. Og ég held að þessi svartu vilji að ef hann þarf að skipta upp. En núna vill hann náttúrulega fara bara tilbaka, biskup F6. Drottningin getur komið hér, biskup F6 eitthvað. Þetta er svo sem ekkert auðteflanleg staða. Tökum svona smá rúnd, langt við höfum kitt á Braga. Við fá hérna. Bara hefur hann peð yfir. Já, ég samanlega ánægð með Vigni, mætir hann í jakkafötum. Eins og maður eiga að gera. Já, við skulum bara laga þetta næst hérna. Þetta er ekki góð tilraun hérna með yfirinn dagsins hérna niðri, en allt í lagi. Við lögum það næst. En hvað er í gangi hér? Já, hrókutur bara E2. Hvítur á gangandi jafntefli ef hann vill. Og hann er peði undir hérna. Við skildum við hérna King of the Hill hérna á F5 á hann. Þá sjá. Þá komum frá sér H5 hjá Braga. G4 tekur hérna eftir að reyta í burtu. Það er náttúrulega mikilvægt að sé ekki riddara koma hér til að skáka, og það sem mikilvægt er ná þessu ritt hérna D4 fyrir riddara. Krókur F1. Það er svona aðeins shaky þessi kongur hjá Braga. Þetta hrókur E8, hrókur F5. Þá er bóðið upp á hérna P og E2. Og mér finnst líklegt að Símon, af því hann er ekkert að virkja léttumennina. Riddarinn kemst ekki neitt, þetta er allt tekið hérna. Biskupinn að samanskapi. Þessi P-svörstum standa nokkuð vel í að hindra hvítumennina. Þannig að fyrst hann er ekki að virkja þessa menn, þá er hann ekki með nógu marga menn til að mynda eitthvað mátneitt. Þannig að eina sem hann getur gert núna held ég sé bara að skáka hérna. Svarta getur ekkert borið fyrir, þannig að hann getur skáka bara þessi reytum hérna, 4 reytum. Og það eru þráskáku og jafntefli. Þannig ég held við getum nánast bóka það, nema ég sé að missa einhverju einfaldri taktík. Ég er bara svo góður í taktík, ég gera það ekki neitt. Gætum við reynt að virkja? Nei, H4, það gengur ekki. Nei, hann skákar, hann er búinn að skáka á F6, kongur G7. Þessi skáka endar í jafntefli. Við munum sjá það fljótlega, þannig að það er sem ekkert að dvelja lengi hér. Hjörvar var að vinna eitthvað peð hjá okkur á hann. Og það er staðan, hann drapa H6. Þrösturleika bræði kongur D7. Tíminn er hans að jafnast, það er 9 mínútur hjá Hjörvari, 6 hjá Þresti. Hjörvar tekur mannin tilbaka hérna. Og heldur drottningunum inn á, sem ég held að sé skynsamlegt, af því að þessi er svona svolítið á vergangi hérna og hvíta sér við litlum sem engu vandræði með sinn kóng. Getur með að fara að lotta út og fara hér. Svartur er svolítið lengi að virkja svartardabiskup. Jafnvel spurning hvort að
eftir leik eins og kóngur C7 hvort þið getur fara að reikna eitthvað svona. Mér sýnist það reyndar ekki ganga, en þetta er svona áhugaverð pæling. Að kóngurinn er ekkert sérstaklega öruggur. Ef við farum hérna á D7 þá hlýtur þetta einhvern veginn endi í máti. Þannig við erum að fara á B6, ef við fyrir á B8 þá kemur drottning C8 sem endi í máti líka. En þetta sleppur líklega því að okkur vantar skjól fyrir kónginn. Drottning D7. Það eru hægt fara út af skákinni hér og hvítur hérna tapar. En já, hvítur gæti kannski eftir kóngur C7 leiki B3 fara að hóta þessu. Það leikir þetta sýnist með kóngur B1 í skákinni. Kóngur C7 leikið og Hjörvar leik hérna kóngur C til B1. Það er líklega kýs hann að fá skjólið sitt fyrir kóngi að skjólið, andrýmið hérna á A2 með hvítur 1. Já, svartur á leik, Hjörvar hangir þessu peði yfir. Sem getur dugað til. Mig grunar að það ætti nú ekki verið mikið eftir hann hjá Alexander Oliver og Hilmi Frey. Hilmir hangir þessu manni yfir. Við sáum kóngur á H7 og því miður fyrir Alexander þá þurfti hann að eyða leikinn í H3 af því að biskup G4 hótar að vinna drottninguna og þá bjargar Hilmir manninu sínum, hann þarf náttúrulega alltaf að hérna er eitthvað að því að leika bara riddari D4 og halda peðastöðinu, hann er alltaf í svona þarf að hafa eitthvað svona ekstra dýnamík, það þarf ekki að hafa dýnamík. En alltaf, ég meina, ok, nú er hann með frábæra hvítrættubiskup og manninum yfir, opna bílununa, það er ekkert að þessu, þetta er bara svona pæling, kannski ósakjöld pæling í akkurat þessari stöðu. En ok, drottning E4, drottning F5 F5 er líka frestandi, bara F5 og svo drottning A2 en hann leikir hérna drottning F5 drepi, biskup D4 og nýja B2 og þetta lokar líka mjög trikki en Hilmir, hann lokar hérna fjórarreitaröðin, hann hótar drottning þetta ef C3 þá kemur bara drottning F4 skák og aðalhugmyndin er kannski að vinna hennar mann en það er líka helviti næsti gildra að drepa hérna B2 sýnist mér, kóngudreipur, biskudreipur og lítur út fyrir sem að valda drottninguna sem var onni hérna með frá skák en þá kemur biskup E6 og tjaldi fellur, dreipur hér og já, og hvítur með þessi mótnendi til að toppa þunglindi, þannig eftir eftir biskup D4 kom F4 og hann draf ekki á B2 sem er frestandi, heldur leika hann biskup eina 3 kongur B1 og draf F4 með peði. Þetta er svona kólinu tafla svartan, mann yfir og í sókn og hvítur ekki með mótspil. G3 Too little too late, my friend. Ýmislegt í boði, svartur getur farið að spá ég að leika bara hér, gefa þetta, leika svo drottning D5, verður bara máta. Þessi ætti að klárast nokkuð fljótt líka, eins og Símon og Bragi sem ég spáði í jafntefli. Og ég sé enga ástæðu til að breyta þeirri spá. Er hvítur að reyna að finna einhver leið til að tefla það fram? Hvítur C4 til dæmis. Ég meina hvítur getur svo sem ekkert
Jú, það getur þetta alltaf klúra hérna. Spurning hvort að C3 var nú allt í ykkur. Nei, C3 er svo D5. C2 hrókur G6 mát, já. Þannig að við dreifum hérna. Og hvað er að gerast hér? Ég vil leggja hér, hóta máti. Þá þarf að leggja hér. Við erum ennþá gangandi þráskák. Gæti ég geti þetta peð núna og svo kannski ég geti hérna. Kannski að hvítur að reyna eitthvað smá. Kannski að hvítur að reyna. Mér reyndar að C4 ykkur leið til að reyna taflið. Hvað á hana tíma? 4 mínútur. Nú er þetta spurning Þór. Ég held ég fari með rétt að þetta er fyrsta skák hjá Símoni í landsliðsflokki. Ég man það nú sjálfur, maður var nú alveg nokkuð stressaður í fyrsta landsliðsflokki og líka bara að ná svona sínu fyrsta punkti og allt það. Já, ég náði 3. sæti 2003 í Hafnarfirði. Það hlýtur að hafa verið annað mótið mitt. Það hafa verið annað mótið mitt, frekar en fyrsta. Fyrsta mótinu var maður nú heldur stressaður. Þetta var 20 ár maður, maður hann að muna samt fyrsta mótið. En ok, kannski smá sér sem það tefnir áfram. Stöðun eru svolítið að róast, eða svona skýrast. Hilmir Rauðin örugglega, Símon smá séns á tefnir sigurs, líklega stjættibli, Hjörvar peði yfir að reyna að sigla því heim, peðinu. Þarf ekki endilega vera svo einfalt. Við sjáum sem dæmi að það verður kaupinn á F4. Já, svart ekki náttúrulega valið hvort hann dreipið það með peði. En aðalpunkturinn er að það kannski ekkert auðvelt að koma þessu peði svona af stað. Þannig að hérna getur verið mikið eftir og kannski Þröstur bara hann gáði sem Símon tók jafntefli. Það taldi og áhætti samt að fara að reyna eitthvað meira. Það er áhugavert að sjá hvort það getur eitthvað. Nei, já, hann getur náttúrulega leikið hérna, förum aftur í stöðuna sko. Hann getur náttúrulega leikið riddari C4 bara og sé til sko. Hvítur getur náttúrulega, hann getur dreipið hér líka, hann getur dreipið hér. En við erum ennþá með þetta jafntefli sko, ef við sáum að þetta er ekki að ganga upp. En ég skil Símon mjög vel, hann teflaði sínu fyrsta landsliðsflokki og bara sáttur að ná þessu jafntefli. Förum aftur í stigahástrákana. Hér eru komnir nokkra leikir. Svo C3, G5, afsakið biskup G5. Þá lék Héðinn hrókur D, svolítið passífuleikur. Hrókur F8, svartur aðeins aktífari í stöðunni. Og líka hérna B4, nú er þessi peð komin að þessar stað, hrókur B3 A5. Nú þetta fara að líta nokkuð vel út bara hjá honum Vigni sem er það, Hannes 4. Já, ég talaði þetta fyrir skákinni að þetta væri ákveðið trónk með svörtum, hann með þessi peð hérna. Sem geta að fara að stað. Nú er spurning, leikum við til dæmis biskup E7, bara að valda þetta peð. Þá getum við að fara að íta þessu.
H4 getur verið líka bara ákveðin veiking. Við getum núna til dæmis á handbyssilum með ESU og þá allt í einu kannski orðið hugmynd að hoppa hérna inn og þá kannski hóttu að drepa H4 í kjölfarið. Þetta sýnir mig að vera erfið staða hjá Héðni. Vignir að tefla þessi skák alveg skínandi vel og samanskapið þetta svolítið passíft orðið hjá Héðni. Það sem Héðin gerir oft mjög vel, það er svona bara að halda stöðunni. Hann er svona, stillir er oft þannig að hann gerir voða lítið. Sem margir er erfitt með, sjálfsögðu, en það er ekki sami þungi oft svona í hvernig það kemur á með. Það er spurning hvort að Vignir nýtir sér það. Þetta búið að vera svona aðeins passíft. Síðustu leikið sérstaklega. Svo var biskupinn að E3 er bara valdari. Hann er valdar og er valdaður. Hrókurinn D er bara valdapeð. Þessi er passífur, drottningin er hérna bak við leppaðan biskup. En getur svartum nýtt sér það. Sjáum að það er svona aðeins að skerðast tíminn. 2:50 hérna móti 4:50 hjá Vigni. Þannig sjáum við Don Roberto var að labba frá hjá skákstjóra. Er þetta Kitty Video? Sjáum í bakgrunnin að Hilmi var að leika einhverju. Sem halda okkur þessi skák, þetta er mikilvæg skák. Þrír eftir, allir hana, já, eiginlega í einni röð, sýnist mér. Það er ekki þannig að, já, þessi tvær hinum megin frá þeim skákum er lokið. Það er að draga saman tími hérna, orðið nokkuð jafn. Vignir er svona, já, alveg við það að fara að fá verri tíma. Já, tekur sér dágóðan tíma hérna á leikarbyssu sem ég held þessi besti leikurinn. Valda B4P sem gefur okkur möguleika í einhverju framhundum að leika A4. Koma þessi peðum á stað. Biskupinn getur líka að fara á D6. Í einhverju tilfellum hóta að drepa G3. Og svo höldum við þessu möguleika hérna, bara henda drottningurinn inn á H3 í einhverjum variantum. Það er erfið staða hjá henni en hann er náttúrulega engu liði undir ennþá. Hann er mjög seigur í vörninni. Það er náttúrulega risastóttur í Vigni að ná úrslitum hérna með svörtu í fyrstu skák móti henni. Myndi bæði gefa henni sjálfstraust og hérna það er bara mjög mikilvægt upp á það að klára stórmeistarann
ná loka áfanganum að stórmeistaratitli. Ég er hérna með gömul, kannski einhverju sem hafa gaman á því, ég er með eitthvað gömul Monrad-spjöld. Við viljum skoða eftir að ná hérna, eftir að ná tímaverkunum. Þetta nú 1990. Það fann ég Monrad-spjald frá 1990 með undirrituðum og fleirum. Skólagamot 1990 og handskrifuð mótstafla eftir Ólaf Raunberg Ólafsson. Herru, Kongo G2 var leikið eftir B7, A4, má ekki alveg missa hérna embyrðingar. Hrókur B2B, biskup D6 hjá Vigni og hrókur Bjarni til Sersi. Þannig að þessi hrókur er svona, hann er tvisvar búinn að fara á byluna, í bæði skiptin ákvað hann að hann ætti betur heim á síðanum og hann er komið þangað aftur. Hér líka hann sýndist mér drottning F5. Það lítur nú að vera þokkalega leikur. Svartur heldur ennþá svona ákveðnum trompa hendi í þessari stöðu. Langtíma frípeða drottning á eng. Betri biskup. Eins og stendur þá eru þungumennir virkari líka. En það er engar sérstakar hótanir kannski. Þeir eru konur með 34 leiki þannig að ennþá þurfa að ná tímamörkum. Það fara eldsnögt, ég sjá með þeirra að tefla mjög hrattan, það er nú líklega klárast hjá Hilmi Frey og Alexander. Sjá með eldsnögt hvað gerist hérna, drottning B fór bara kaupin. Já, hann fór bara kaupin að Hilmir og hérna. Hvað eru komnir hérna? Já, þetta. Þetta er kannski ekki auðvöldslegin að þinnum, en þetta ætti að hafast. Kemur svo vantarlega að hinga bara og vinnur. Örstutt á Hjörvar og já, það er svona rólegur staða þar, hann er bara að reyna að sigla sig heim, hann skoppum aftur yfir í aðalskákina hrókur C6 hérna hjá Héðni. Vigni velur að nota F-hrókin, hann gæti líka að nota E-hrókin. Það spurning hvort það hafi ekki líka alveg verið hugmynd, bara svona upp á það eiga allavega möguleikana, nota E4-riti. Það er hins vegar að gera það ekki. Er aðstæða fyrir áhorfendur? Ég hreinlega veit ekki, ég er ekki að sjást það. Það er nú sófar eitthvað hana, við þurfum bara að eiginlega yfirheyra forsetann Gunnar Björnsson og við látum það koma fram í næstu fréttaskák.is hvort að áhorfendur séu, já, bara leiður og hvort séu aðstæða. Áhorfendur hljóta að vera leiðir, það er náttúrulega annað væri alltaf því fáránlegt. Vigni komin í 250, 1,5 hjá Kenny. Hrókur D7 var 37. leikur. Þannig að
Vignir er ennþá eftir að leika 5 leikjum. Hvernig er núna alltaf mis leikur eins og Hrókur G4, bara svona auka pressuna. Það Hvítur farin að hörfa hérna með liðið á C-línuna, hvað er að gerast þar, ég veit það ekki. Ein skák upp í borðið og við erum alltaf góðið hér. Ein skák í borði. Getur líka leikið B3 bara svona alltaf Hvítan að dreifa huganum í tímahringinu í lokin. En sýnist hann hafa bara verið spakur, leikið hérna hvað kongur Hási vantarlega. Svo sem skemmir ekkert stöðuna, hlýtur að vera í lagi. Hrókur G4 og kannski svona meira ógnandi leikur. Spurning hvað Híðan gerir þessa stöðu. Það var ekki mikið tíma að fara að finna leik. Þegar mann er vandræði með að finna leik þá fara mann oft í leiði til að einfalda tafli. Og eins slík leið var ég kannski að leika Hrókur B6 einfalda reyna tvöfaldar Hrókan á 7. reytarið. Sýnist hann munda enda neyður Hróknum hana og hann leikur Hrókur B6 og þetta er líklega góða leikur. Spurning hvort að við skulum fá Hrókur B6 á að koma. Líklega á hérna hér svona cirka mínútu 2 mínútur hjá Vigni. Þetta var 37. leikur. Er nokkuð að tefli kompu spyrjum við þetta. Ég ótt að þetta líta vel út hjá Vigni. Ég er bara aðeins smekur hvort að Hvítur sé hann á kaupum hana. Og þá getur þetta einfaldast full mikið. Já, klárum tímarækki þessari. Hjörvar upp heiðir um þetta þresti. Bara reyna að vinna það, getur ekki tíma. Hilmir er með mann yfir um að teki. Alexander með 40. Ætti að vinna það nokkuð auðveldlega. Hér er enn að. Herri Vignir er komin undir mínútuna. Hann drepur á H4. Ef drepir á G6, hann á biskup G5 samt. Þetta nú við, hann drepir G5 og H5. Er Vignir að missa þráðinn hérna? Hérna hefur aðeins 30 sekúndur til að melta þetta. Og hann verður líklega að drepa þetta, það er ekkert hann í boði. Og hann gerir það. Hvað er að gerast hérna?
missir Vignir á hrókur G6, biskup G5, hádrapi G5, H5 og það ekki ljós hvernig það teflist áfram. Gæti leikið dríkan drótning E4 skák. Hann lék því. Þetta annað hvort að virka eða hinn forkveðin að sannast aldrei að fórna með unnið. Já, unnið kannski langsótt en þetta var mikið betra. Drótning E4, F3 er komið. Já, ásæki hérna, hrókur H4, getur H4. Drótning G4 skák, F3 er komið. Þetta kom á skjáin núna, hvað og hverju. Hrókur G6 skák. Vignir hristur hausinn eins og það sé unnið. Það er svona, já. Er ánægð með gang mála. ...39 leikir. Því miður fyrir Vigni þá nær hérna tímamörkunum í næsta leik. Þannig að hann getur ekki sett einhverja tímapressa á hann. Og hvað er að gerast þetta einfallega kongur F1? Ég sé ekkert betur en drótning H4 og til dæmis biskup G. Er það ekki vörn eða hvað? Þannig er eitthvað claim. Já, sé ekki hvað er gangið hérna. Gaman að sjá Robert að borða vel. Hvað ætli sé í gangi hérna? Klukkan sýnir 0,0. Það sé ekki bara að halda áfram núna. Já, ég átti mig ekki alveg á hvað var í gangi hérna. Þetta var eitthvað furðulegt. Vantalega eitthvað með skorblæði hjá Vigni, hvort það er gleymt að skrifa einhver leik en furðulegt að vera að stoppa klukkunni eitthvað. Rétt fyrir 40. leik. Átti mig ekki alveg á þessu. En vantalega hefur enginn fallið á tíma, hefur verið að tefla áfram. Þannig að spurningin núna er hvernig er þessi staða. Vignir er búin að leggja allt undir. Ég er eilítið hræddur að hann sé búin að leggja mikið undir. Og eitt sem er til dæmis ansið leðilegt er ef að hvítur leppar hennar hrók á G6, annað komið drótning D3 og drótning C2. Hótar hann drepa hér og þá leppar hann biskupinn leðinni. Og við eigum ekkert allt marga leiki til að fylgjast eftir. Þetta var mjög vafasöm ákvörðun hjá Vigni. Leggja svona allt undir með eiginlega enga tíma á klukkunni. Og mér sýnist að það ætli að kosta hann þessa skák því miður. Mjög vel þetta skák sem hann er að kasta frá sig með því mér sýnist bara afleik.
Lagt aðeins svo mikið á stöðuna hana. Það var kannski ágætis hugmynd að mörgu leyti hérna hjá Vigni. Við förum með næst tilbaka í þessa stöðu til dæmis. Það var kannski óþarfa fórna, það var kannski betra að fara bara hér með eiginlega sömu hugmyndu og hann var með að leika hér nema, segjum bara að hann tefla ekki svona skákinn, hrókur B6, finn ekkert betra. Jú, hann getur þetta skáka C8 og allt það. En nú er þetta bara svo miklu sterkari leikur. Fyrsta lagi, ef við fyrir með F1 og hafa mát hér. Í öðru lagi fyrir með G1, þá getum við bara að fara að fórna hérna á G3 sem er bara búið og ef við fyrir með H2 þá er hann í hér. Og líklega kongur H3 getur alla gengið upp. Og við vestafallið hrókur F3 eftir að ganga. Hóttum bara máti hérna. Þannig að mér sýnist Vignir eiginlega að fara úr gjörunni tabli í það að leika svona varfarnislega leik sem hann kannski þurfti ekkert að leika. En allt í lagi, ætti að vera betra en þá. Hérna fer hann algjörlega á límingunum og þetta er á mikið. F3 sama þessi skák gengur ekki út af biskop G4, já, getur hann hlaupið líka? Hreinlega spurning hvort hann getur ekki líka hlaupið, hrókur G6, kongur F1, drónning H3, kongur E er bara hann getur hlaupið líka sko. En biskop G5 ætti líka að ganga. Það skákaði hér, F3, hrókur G6, kongur F1, drónning H4. Og nú hefur Héðinn nægan tíman til að finna réttu vötuna. Já, það var leiðilegt hjá Vigni. Setur það sjálfsögðu mikið strik í reikningin. Líka að tapa svona með við það að leit var jafnvel að fara að vinna og eiginlega aldrei tapa þannig að jafntefli hefði verið fín úrslit líka. En áfangi verður erfiður ef við töpum hérna. Þannig gengur að Hilmi, hann ætti nú að vera að klára þetta nokkuð auðvitað. Komið eitthvað, já, smá sprikk hérna hjá Alexander, það dugir ekki til. Það er aldrei neitt mátnett hérna, kóngurinn á alltaf reyti. Við náum ekkert að máta með hrók og biskup bara með svona opinn kóng. Sjá það ef við náum hrók á H8 þá kemst kóngurinn hér. Við erum með hrók á G7 kemst það hér. Við skákum á G5 þá er ekki lengur að valda hrókin. Þannig að ekkert að frétta. En Hjörvar og Þröstur. En aðeins konum með það sem ég var að nefna á þann að þetta HP fer ekkert svo glatt á stað. Svartur getur svolítið bara setið hérna með biskupinn, haft hann í E7, F6 og valda hann bara ef hann þarf og er þá með algjört valda á þessum H4 reit. Til að ná meira valda honum þá þurfum við annað hvort rita. En þetta tekur tíma og líklega of erfitt. Og við komumst ekki með kónginn út af þessu. Hann gefur peðið. En er þetta ekki bara steindautt? Þetta er eitthvað aðeins betra en ég meina Svarti bara skiptir upp og hann valdar alltaf af hann peðið hérna, hann leikur svo bara D5 og
hvítur er ekki vinna reyti. Þetta er ekki svona góður biskup, góður riddari slæmi biskup. Þetta verður til dæmis allt annað endatafli ef að svarta peðið stæði hérna á C5, ef hann einhverjum ástæðum hefði álpast til að leika hér. Þá eru við kannski komin í ykkur píning, sko. Gæti reynda að stoppa okkur hérna, en nú erum við allavega með einhverja reyti til að vinna með. Já, ok, ég vil leika hérna, ég er að meina, ok, segjum bara að þetta var einhvern veginn svona bla bla bla. Þetta er allt önnur saga. Þetta er allt annað batteri, sko. En eins og þetta er núna, þá held ég þetta sé nú bara nokkuð athyglisvert, og ef það er tilfellið, þá er þetta nú nokkuð þétt vörðana hjá Þresti. Erfið skák. En þetta hlýtur að vera jafntefli núna. Skiptum hérna aftur yfir Héðinn og Vigni. Héðinn hugsar, hann tekur sér vantanlega góðan tíma hérna til að vera ekki mát. Sjáum að klukkan hefur ekki uppfæst hjá okkur, hún uppfærist vantanlega eftir næstu leiki hjá þeim báðum. Taka smá örstutta pásu, lefum þessum myndum að lifa bara með hann og kem að vörmuspori, svo að segja.
Já, þetta tók ekki langa tíma. Héðinn lék drottning D3 og Vignir átti að sjá því að hann með akkurat ekki neitt. Hann getur skákað með drottningunni, hér eða hér. Kóngur fyrir E2, það er að bera fyrir hérna. Og svo einfallega fellur lið. Þessi hrókur leppur, hóttum að drepa hér. Leiðum við búin að koma kóngur með skjól. Ef svartur valdar hann að biskup með drottningu, þá kemur hinn hrókurinn að G1 og þessi maður fellur. Þannig að þetta var alveg ótrúlega áttræðarík ákvörðun hann hjá Vigni að drepa H4. Stöðu sem að var nánast unnin, bara tveimleiki maður. Gat leikið hann að skemmtilegu leik. Hrókur Gunnar 4 með svakalegri hótun. Ef við skoðum aftur þessi staða hér. Hrókur Gunnar 4, hótar drottning 1-4. Og það auðvitað ekki hægt að leika F3 út á hrókur G3. Það bara stráfellur allt og sýnir svolítið að þetta bara svona prinsipið menn í sókninni. Það er eiginlega 4 svartir menn í sókninni, eiginlega bara 2 í hörðina, því að þessir fóru svolítið út að kanta þessi hrókar og þá eru forsendur fyrir því að árásinni eigi að ganga upp. Og kannski var það sem tilfinningi hjá Vigni, hún fannst það ætti að vera eitthvað, að fólk kannski svona aðeins að forsera á mikið. Og eins og ég segi, sannast til fórkvæmna, aldrei að fórna muni. Já, þannig að smá hefnistimpill yfir þessum sigri hjá Héðni, en það telur allt saman í lokin. Hvað sýndist Hjörvar vera dett í hverju gerði Þröstur þetta? Hverju draf hann bara ekki beðið? Er ég eitthvað að miskja þetta endatöflu? Er þetta Þröstur að tefla þetta upp á eitthvað? Já, kannski Hrókur H4 hérna bökkun hlýtur að vera algjörlega steindautt sko. Hrókur H4. Ég sé ekki hvernig svartur á að tapa því. Peðin eru eiginlega öll á sama væng. Hvíti hlýtur að þurfa að drepa H4 tilbaka, af því að annars er svartur bara á aktífur, hérna skák unna peðið eða eitthvað sko. En þrestileg hrókur D2 kóngur C4. Hvað var ekki fyrir þrestið hérna? Ætlar hann að leika hérna? Ætlar hann að vinna þetta EP? Er hann að tefla til sigurs? Hann ætlar að leika hér kannski? Mögulega ein hugmynd sem ég fekk að leika hér og vinna þetta F4-peð. Hleypa þessu H-peð bara upp og fara bak við það. Við getum þá eða leika þessu C sem hótar hrókur B4. En þá kannski eru menninni orðin svona illa stæði til að stoppa þetta peð. En skoðum þetta bara ganni. Hvað er þetta peð að fara hratt hérna til dæmis? Ef við drefum hérna, getum byrjað reyndar, það er góð tækni að hrekja kónginn lengri burtu. Og hér er jafnvel spurning hvort að biskup sé lengur sko. Ef við fyrir A2 að drepa á C3, A4 og E4. Hérna getum við jafnvel skotið inn biskup, já, okkur ekki. Það er þetta D1. Ok, held með planið var sérst að drepa hérna og drepa hér og ég vildi sjá hversu hraðskreitt þetta peð er. Það er of hraðskreitt, ok. Það er of hraðskreitt. Af því að eftir H7 þá náum við annarkvort að skáka af hérna eða skáka ef við fyrir til svo E6 hrókur E8. Og vantar eitt tempó. Þannig að þetta gengur ekki. Þannig að hann ætlar að vera bara hérna í seilingafjara. Leikur biskup F6. Hvítið þarf að halda á valda á þessu peði, þannig að vantarlega hrókur hér. Þá mun Þröstur vantarlega leika hér. Svo getur það jafnvel fara að huga því að leika hérna D5.
alltaf vonið á C2, þannig að þar hvítur ekki að eiga tíma í hérna kongur C2 núna. Þröstur er vantar bara tefnum til vinnings, hann leikur D5. Þegar hvítur dreipur þá er komið stórhættulegt frí på E-línu og tafli opnast og biskupið verður betri. Hann er jafnframt að stoppa hérna, hann getur vakið upp. Og ef hann hleypur í eitthvað meira áhuga með þessu peði, ég meina hvað getur gert svo sem, að þá er hérna, þá var þetta peð á E4 komið í stórhættu. Og þá fáum við samt frelslinga. Þannig að, já, þröstur er bara tefla til vinnings, myndi ég segja. Hrókur bara H4 er jafntefli, en hann leikur hrókur D2. Já, hér er kominn fyrsti gestur mótsins. Hvar getur við haft þig, gauti minn? Guðmundur heiti ég. Guðmundur? Nei, Gauti. Guðmundur. Ég fekk hérna veitingar úr helmingaveislinni. Já, Ingvar ákvað að bjóða hérna leynigesti. Já, ferðið þið þarna. Sjáu þið nú. Já, sæll Gutti. Já, blessaður Ingvar. Þú mistir af hérna Snúningi hjá Vigni og Héðni? Já, ég sá að Vigni var kominn með fína stöðu, eða ekki? Jú, hann leik hérna kongur hann er 7. Við vorum að fara að sé við það. Ok, sjáum hvað gerist í skákinni. Kongur H7, eru tímarækki hérna og þá ákveður Vignir að tekur aldrei ákvörðun og fer gegn spakmælum. Aldrei að forna munnið? Já. Já. Spakmæli Jóhann Hjartarsonar, aldrei að forna munnið. Segir þetta um þú sjálfur kallinn? Og dreipur H4. Þetta einfallega gekk ekki upp. Ef hrókur G6 sem lítur út þess að þá held ég að... Hún er skemmtileg hugmynd samt. Já, skemmtileg hugmynd sko. En kongurinn sýnist mér bara geta hlaup. Hún er náttúrulega ekkert skemmtileg og hún virkar ekki þannig. Nei, hún er skemmtileg fyrir hér. Já, skemmtileg fyrir hér, já. Ef skákar G6 þá sýnist mér geta hlaupið hérna bara. Ok. Og til vara held ég að við eigum þennan líka. Bara svona vantarlega. Þetta er kannski ekki alveg svartur örugglega með eitthvað spil hérna en... Kongur E6 eða eitthvað. Já, en ég sé ekki hvað við erum að gera hér til dæmis. Við komumst hérna. Hefur hann bara mist af sko svona þessari leið? Ég veit ekki, hann lék hér sko. Og já, þá kemur bara... Kongur F1. Ef hann fer í hináttina þá er hann vantarlega... Kongur F3. Er hann samt mátt hér? Já, það er valdarháttur í F3, kongur G... Já, ok, við unnum alltaf leiði alltaf. Já, ok, hann fór hér. Nei, hann máta hann sig, hann leik auðvitað hér. Einmitt. Og skokkaði hérna. Kongur F1. Hann leik bara hér, hann er náða tímaúrkunum. Og svo hugsaði hér eins og í smá stund og leiktur hann D3 og við bara gaf. Þessi er bara leppur, þessi er onni. Og þetta eina skák og svo er það bara búið sko. Í hvaða leik hann hrókudreipur H4 var það í 38. leik? Já. Okay. En í staðinn fyrir kongur H7 eða jafnvel leik síðar en sérstaklega hér þá átt hann bara að fara hér með eiginlega sömu hugmynd að skáka hér en nú er það bara miklu betra og ef hann teflir eins og skákinni þá er það eiginlega bara mát sko. Já, nú á hann ekki hérna F3 út af hrókudreipur G3. Já. Það er kannski einhverja fórnir í loftinu eftir að hreyfa konginn. Já. Það er að dreipa með biskup á G3 til dæmis. Þannig að hann reyti hérna máta á háinu. Hérna eins og það segir, bara dreipa með G3. Náttúrulega sko, það er allt í lagi að fórna kalli fyrir töp eða þú ert bara eða fullt af opnum línum á drastið sko. Alla kallana hérna sko. Já. Bara telja mennina sko. Telja mennina sko. Já, ok, ég skil. Svona. Hvernig gengur hinnum? Símon og Bragi hafa voðalega svona döllskák. Já. En mér fannst til að Bragi vera samt svona annar eitthvað að pússa hann á meðborðinu, það ekki? Já, svo enda í þráskák bara. Já, ok. Hann hérna, þetta var bara jafnt að liði, Símon gaf hérna EP fyrir og Bragi fann ekkert skáran að leifa það bara. Svo leikur ykkur leikjum.
Hvítur gat nú reynt eitthvað svona, leiki eins og Riddari 7-4 eða eitthvað. En býtu, Líklega má þetta í þessari stöðu ekki drepa á B7? Nei, það er líklega mikið held ég. Já. Það er Ronny hérna. Já, Ronny þarna, já, ég loka, ok. Kongur G7. Hann tók jafntefli og já, Hilmir er loksins búinn að vinna, hann er búinn að vera mann niður núna í... Já, ég fattaði ekki alveg hvað gerist í þessari byrjun. Þetta var mjög skrítið, sko. Já, þetta misheppnaðist bara algjörlega hjá honum. Já, það var líka. Ég ætla að sé ekki bara... Ég held að þetta D5 hafa bara verið arfaslagur. Já, en hvað með bara G5 biskup G3? Er það ekki allt í lagi? Er það hræðilegt á hvítan? Núna? Nei, það lékt Riddari D5, það er kannski slæmur, en má hann ekki bara leika biskup G3 og svo kannski H4 eða eitthvað? Já, ég held kannski að hann drepa D5, er ekki að koma F5 og alls konar. Já, drepa fyrst á F6 kannski og leika síðan biskup G3. Já. Jú, það er kannski skástalegin. Ég tekna svona. Áfrug. Það er samt leiðilegt en að þetta verður svona kriplingsbiskup sko. Hann drepur henni og þessi biskup er dauður allir skákina sko. Þetta er bara stöðulega að tappa. Já. Nei, ég var bara að reyna að rétta þetta Riddari D5 sko. Já, Riddari D5 bara... Já, fyrst að hvorki biskup G3, þess að drepi biskup G3 og nýja þetta gengur upp, þá var þetta líklega bara slæmt. Bara tapleikur sko. Já. En, hann verður að leika G5, það er náttúrulega... En þú veist hann lekti, Hittur hás. Hann er kannski mistað þessu sko, að hérna, eins og það teldist. Eða annarkvæmt þetta að drepa F á þetta. Biskup G4 er unnið drottninguna sko. Ok, hann ætlar að réttlæta þetta með því að, ok, drepa Riddarann og ég er með spil, eða eitthvað. Já, það er bara jafnt á liðið, þannig að hann gæti drepa Riddarann. Já, einmitt. Það getur það ekki, þannig að það reyða teimi þetta, þá er þetta bara að tapa. B5, já. Bara kall. Já, þetta er nú bara... Það er rosalega súrt að byrja mótið svona, sko, Já, þetta er frekar bara léleg skák fyrir Alexander. Já. Og þetta er ekki fyrsta mótið, hann er alltaf með síðast líka. Já, það er rétt. Ég var með það síðast. Já. Þá gerði ég, sko, teldi ég bara ágætti skák við Helga Ási í fyrstu, sko. Bara teldi vel og svona, maður fekk svona smá sjálfstraust, sko. Það hefði verið leiðilegt að grúta í fyrstu, sko. Leiðilegt, þetta er bara svona. Símon er að tefla í fyrsta skipti, er það ekki rétt? Já, Símon er að tefla í fyrsta skipti. Það er fínt fyrir hann að byrja svona vel. Og Hilmir er bara að tefla í annað skipti, held ég. Hann teldi, sko, teldi hann ekki Hafnarfirði 2017 Jú, það getur verið. Annars getur náttúrulega bara Aðalsteinn Þórarinsson hérna frændi minn staðfest þetta. Það var til að faktseka þetta Aðalsteinn, hefur Hilmir fyrir telt áður? Ég gef þér svona 20 sekúndur. Halló? En já, Hilmir hefur telt áður. Já. Það Bárður Örn teldi í sama móti, það var eina... Alveg rétt, sko. En sko þetta móti er náttúrulega merkilegt að því leiti að það eru 4 í sko 25 aldurshópnum. Og ég held að það hafi nú bara ekki gerst sko allavega síðan ég man bara eftir síðan ég byrjaði að fylgjast með þessu móti sko sem er svona 2012 eða eitthvað þegar Þröstur vann sko. Já. Þá kíkti ég hérna niður í hérna stúku. Það var skemmtilegt. Hugsa hefur nú náði í gamla daga. Einu móti var ég, Jón Viktor, Bragi, Steppi. Og allavega 4 líka. Þannig að það er búið að vera svona smá kynslóðabili raun og verið sko. Já sko aldursspili sem er frekar tómlegt, það er svona frá Hjörvari og að mér, skilurðu, milli 93 og 2000, 99-2000. Það er kannski, það er ekki margir titilhafar á því bili sko. Nei, engan veginn, nákvæmlega. Ef einhverjir afsakið titilhafar á þessu bili. Herri, já, henni er skákinn hjá þeim Hjörvari og Þresti sem var alveg ágætt sko, hérna fyrir kannski í kritísku stöðuna hérna í miðtefnu
sem hérna, það hvítur með svona ágætis pressu hérna og hann drapa H6 sem enda á því að hvítur vann peð. Það dreipir þetta að fara máta eftir drottning H5 hrókudröfli G5 þannig að það verður að hörfa hérna. Hjörvar skaut þessu minn þannig að vinnur þetta HP en svo bara náði hann ekkert að gera sér mat úr þessu HP sko. Og Gat hann gert þetta eitthvað öðruvísi eða er þetta ekki frekar vænlegt sko? Ég veit ekki því að Svartvill bara kaup og elti drottninguna eins og Friðrik segir þegar hann teldi hérna móti minnilega sko þá voru menn alltaf að ná okkur hjartöflum af því að þeir elta það drottninguna sko. Já, ok. Ég held að það þurfum nú ekki að stoppa Friðrik sko, hann var nú örugglega bara það mikið betri. Já, en hérna, já eins og segir, þetta HP kemst ekki að stað og það sem meira er, þá bara gefur hann þetta HP hérna. Já, veitu hvað með að bara hunsa HP-ið og reyna bara að ná A5-piðinu, er það ekki? Það er kannski tíma. Já, við veldum alltaf best D8 held ég. Hvað er aðastinn komið með hérna? Chessus, já, komið. Búin að staðfesta þetta? Búin að staðfesta þetta. Ok. Það er 2017. Já, eins og... Hannes Héðinn Guðmundur Björn, Davíð Guðmundur Gísla, Vignir Vatnar, Dagur Ragnarsson, Sigurbjörn Bárður. Örn, já. Það er ekki Hilmir. Nei, ok. Næ, það er öruggast. Það er eitthvað fyrrpast. Já. Seltjarnes 2016? Nei, ég veit ekki. Nei. Já, H4 hérna, prófumur H4 held ég að sé bara í jafntefli. Þannig að Þröstur er að tefna til vinnings hérna. Myndi ég halda. Úff. Hann ætlar að íta þessu D-peði sem hann gerir hérna. Já, hrópur C7 kannski sniður. Hann líka D5 samt. Og svo kongur D6. Það því að Þröstur vill bara ná frípeða Elínu sko. Já. Sækja eftir... Hún er með samum... Elínunni. Sækja eftir Elínunni. Já. Hún er með samum hérna... Fjöldan, hann er bara... Hann fekk svona gæðin. Jesus Christ, wow. Já, það er ekki svona peðsannum töflum, þá er það gæði peðana sko, ekki endilega fjöldan. Já, já. Það er erfitt að koma riddararinn til dæmis á B3 til að reyna að stugga við þessu A5-pið. Já, það er kannski... Ég bara sé enga leið sem er þægilegt. Nei. Það tekur, já, svona langa tíma hérna. Onni og 70. Onni og 70 til að byrja með. Sko, já, það sem að er svörtum í hagi í sjöndaltafli er kannski hvað sem riddari er lélur. Vantar alveg svona einhverja útstöð. Sjáum hérna. Eru þeir... Gæti við mögulega eitthvað aðeins svona zooma þetta svona. Býtu, þú ert staddur í Reykjavík og þeir á Selfossi. Samt sjáum við. Við sjáum þá. Sem hann á skjánum. Þetta komin í eitthvað fósbæðaratri, Ólafur. Við hvern varst þú eiginlega að tala? Veitu, sjáðu, ég gera svona. Og svona. Svo ætla ég að gera svona. Sjáu þið tæknina. Nei, hvað er ég að gera? Ég ætla að gera svona. Ekki bara að hafa borðið eitthvað svo? Svona, nei, hvað ætla ég eftir að gera? Já, svona. Nei, jú. Þetta er í áttina. Það ert að gera, Ólafur. Jú, þetta er ok. Ég er ágætt mörgulegði. Hafa klukkunar inn og svo. Skulum hafa á hennar, þetta eru Hjörvar og Þröstur. Klukkan inni. Og svo hendum við þessu yfir, svona. Já, hann legg D5 skák, kongur Bjarni 3 og kongur D6. Setur á hrókinn.
og valdar. Svo náttúrulega segir hann að við fórnað hápeðinu en það nú ennþá á borðinu sko. Já, hugmyndin var náttúrulega að fórnaði þannig svarta tæki vantanlega til að skipta upp á hrókum, bara að fá. Hann vantanlega bara að gefast upp á því að reyna einhver skapa hlut og vildi bara fá jafntefli. Og Þröstur sagði bara mæ. Þetta er bara ekki jafntefli. Krakkarnir ráta því að bara ekki taka jafntefli. Það byrju hvað með hrókur A7 biskup D8 H5? Ég hrókur A7. Já, fyrir H7. Sko, ég held að Nú kemur D4. þessi riddari Hrókur hér og dreipið. Þessi riddari alveg hræðilegur þar sem hann Hvert fer hann eftir D4 til dæmis? Það verður að fara á A1, nei A2 Nei, það verður að fara á A3 og C4. Já. Ég held samt að leikja D4. Ok, hann tekur sér alltaf smá tíma, hann á alveg 80 mínútur. Ég veit reyna skák. Þetta er einu skáki sem er eftir, sko. Segjum hérna, ok, það er eitthvað aðeins skara núna að koma C4 með skák. Að skáka fyrst, sko. Skemma kóngin. Svartur? Já. Mentað, sko. Já, spilum hvort að C3 sé eitthvað líklega ekki. Það kemur bara D3, ekki? Það kemur D3. Nei, riddari C4, Já, á ný. Ok. Nei, bara svona, ég er að reyna að yfirmenta mig. Já. Það var reynd akkurat stað á það sem við hrókið hér og skáka eitthvað svona fyrst, sko. Ok, sáum þetta bara. Já. Hérna. Já, nú er alltaf hún í H4 líka, sko. Nei, sko, þetta EP-ð er fer mjög greitt. Það fer mjög greið fært, sko. Já. Segjum við hér og hérna dreifir eitthvað. Það er lítið hérna roadblocks á leiðinni, sko. Hann er ekkert að fara hér, kóngurinn er svolítið frá. Riddarinn getur ekki stoppað án þess að fórna sér. Er ekki D4 bara og herja á D4 P, er það ekki bara lukkar það ekki nokkuð beint við? Jú. Það ætlaði að fara stöðuna að hún er svona hrókur H7 og við vorum að skoða D4 hjá Þresti. Þetta eru alveg þokkarar aðstæður hjá hann, þetta lítur út fyrir að vera eitthvað gamalt fundarherbergi í bankanum. Það er nú oft, sko, í svona sölum er mjög oft hátt til lofts. Það er ekkert sérstaklega hátt til lofts þarna, en það skiptir ekki höfuðmáli, sko. Loftæðin. Heyrðu, þetta var ekki pun intended. Þetta var óvart. Vá. Það skiptir ekki höfuðmáli. Nei, ég meina, þetta hlýtur að hafa verið svo í undirmeðvitundinni var ég að segja brandara. Það sjálfsögðu. Já, þótt ég hafi ekki fattað einu svona sjálfur. Er þetta Róbert Lagamann sem fylgist með þannig? Þetta er Róbert Lagamann, skákstjóri. Já. Spáir þú mikið í lofthæð þegar þú teflir? Já, náttúrulega, sko, það er gott að tefla í rými sem er svona eins og bara í skáksambandinu og í taffélaginu þá og í vöru eins og við teldum einhvern tímann í stálsmiðju, ég veit ekki alveg hver var með það mót. Manstu eftir því? Var það Jón Þorvalds eða? Man ekki eftir því. Það var mjög sérstakt, sko, mér fannst alveg æðislegt að tefla þar, sko. Já. Svona mjög hátt til lofts. Já. Svo bara opin hurð út. Varstu að byrja að tefla þegar við vorum hana í bæ, hvað er að lista eitthvað hana? Listar sem Reykjavíkur? Já. Voruð að tefla þar? Já, 2009 eitthvað slags. Já, ok. Það var ekki bara miðbæðarskákinn endur ekki það? Bara heyri í alvari? Já. Já. Lát það vaða. Það er náttúrulega svona miðbæjar skákstæður, sko. Já. Það er sólin skín bara, það mætti halda að vera að koma sumar. Sumartöfri. Fyrsti? Hvernig er hann? Já, Nei, hann er alltaf frítagur dag, þannig að byrja klokkan 2. Og dagskráin hann er að þeir tefla alltaf klokkan 4. Nefnum helgar og þessu svoköldu rauðu dag. Er verið að gera einhverjar ráðstafanir fyrir menn sem eru í einhverju svokaldari vinnu þá eða?
Já, alltaf ekki. En það er samt athyglisvert því að sko, jafnvel þótt að skákin byrji 4 og þú starfar í Reykjavík þá náttúrulega þarf það að leggja á stað bara 2:30 eða eitthvað. Þetta er að teflast eins og við heldum. D4, þetta er B, Krókur E2, endala sýndist mér þröstur að það leiki. Ættum að sjá hann svolítið. Já. Og þetta er einhverju A3. Já, við erum ekki með tölvu en ég myndi giska að þetta sé bara betra svart sko. Ég held að sé ekki spurning að þetta sé betra svart, það er bara spurning hvað mikið. Klukkan hvað er best að tefla kappskák? Bara tökum öll element út sem tengjast sko hvort þú sért eitthvað upptekinn eða eitthvað bara ef þú væri bara í fríi í 10 daga, tæki 10 daga mót, hvenær viltu tefla? Ég vil tefla svona 2-3 daginn. Það ég er eiginlega sammála, ég vil tefla sko bara eftir hádegi, bara 1, 2, 3, ekki fyrir og ekki seinna. Mér finnst það bara eins og þetta var eins og helgar á Reykjavík Open. Já. Það voru þetta oft klukkan 1 sko. Já, svona... Mér finnst sko þægilegt að geta bara vaknað, kannski bara eftir góðan svefn, bara klukkan 9 eða eitthvað. Bara, þú veist, undirbúið með því, farið í göngutúr eða eitthvað, labbað á skákstað og bara telt. Já. Það er svona á því að sko, segjum að skákinn byrji 5, þú veist, dagurinn er bara, hann er bara eitthvað svo skrítinn fram að skák sko, því að hún einhvern veginn hangir yfir manni skákinn sko. Já. Já, sammála það er, ég er reynda B-maður en byrja svona 2-3. Já, ég held að það fekk sér kvöldmat og svona slappa aðeins af. Ég held að A-maðurinn og B-maðurinn sko geti sameinast þennan tíma sko. Já. A and B. The A-men and the B-men. Það er einmitt notendur eins keppanda hérna mótinu, það er B-men. Chess.com. Já, það er væntanlega Bragi. Það er Bragi Þorgeirsson. Er hann skák á E3? Ég er ekkert... Já, hann náttúrulega hefur eitthvað, hann hefur kannski heyrt í okkur, næst hljóðið yfir til... Býttu, heyrðu. Næst kannski að gera zoom-leik. Hérna... Þetta gerðist nú á fyrstu umferð á hérna, má ég segja frá þessu? Á Evrópumótinu? Evrópumótinu á Hótel Loftleiðin, þá heyrðist hérna eitthvað gaul í þér þarna í svona 4 sekúndur og Gunnar Björnsson ætlaði bara að fá hjartaáfall sko. Sem betur fyrir var það í hérna í sem sagt B-salnum. Já, þetta var ekki í sama sal og þeir voru að keppa en þetta var samt. Já, þá hafðu þau tengt sko hljóðið út af hérna fyrir einhverja tilkynningar sko. Já, bara út í að Katrín var með einhverja ræði í stríði sko. Svo glemdist þessu slökku á milli sko. Það var náttúrulega Ívan sem er að hirti sko. Ívan var að skýra. Já, það er rétt, það var Ívan Sokolov. Nú körbund. Ok, ætlar hann ef hann drepur að segjum að leiki hér og hann drepur, ætlar hann að hafa að leika D3? Já. Þannig að eftir gangur C5, það er D2 eða? Það er á E6. Hann hefur talað svolítið þetta í bókunum sínum, hann hérna Axel Smith sko, að það er hérna að þeir eru svolítið að skipta gír sko þegar aðstæður hafa breyst. Já. Svo Hjörvar er ekki að tefla til vinnings. Nei. En hann bara getur það ekki. Þannig að hérna nú bara fer hann í að halda þessu. Já, mér sýnist það bara gera það, hann leik H4 sko. Hann gafst upp á að reyna eitthvað. Já, ég meina hann er náttúrulega ógeðslega góður, þannig að ég held að þetta sé ekki vandamál hjá honum, en ég held að þú veist, menn getur bara brotnað sko. Þú veist, staðan sem hann var með, þú veist. Já, mjög svona ógnandi svona staðar sko. En ég er ekkert sem að málið það sko, við viljum ekki leiða C-D4, E-D4, þá vorum við miklu verra frípeð. Við viljum hafa frípeð á elínunni. Þannig að kannski dreipar það með hrók þá. Já, það er bara D4. Þá náttúrulega eru ekki með samstafpeð lengur. Þú vilt sko, já, þú vilt kvarta kónginn með því að hafa hrókinn á D-línunni og íta síðan E-peðinu. Er það ekki plan? Jú, kannski bara, það hafa D5 og E4. Það því að sko leið og dreipur með tilbaka með E-peði, er þá ekki sko kóngur C2 og svo kóng á D-línu, er það þá ekki hugmynd til að hindra peðið? Já, miklu auðvitað að blokkera. Já.
sko svartur stæði miklu betur það ekki ef hann væri með hvítreitabiskup. Jú, óttalega. Jú, algjörlega. Hann er smá utan við sig þessi biskup. Sko. Hann er ekki vilja, ég ætla að fara að sé það. Hann er ekki vilja á að verða hægari. Hann fyndi lína hérna sko, við verðum bara eitthvað íta eða eitthvað. Það var svo leiðilega leppur hérna. Nei, herru, ég slepp á D4, ég held ég vera að máta. Já, þetta er svolítið fyndin lína. Það sleppur hérna, ok, þetta er ekki mát. Þetta er ekki mát. Nei, ég held ég myndi að fara frekar. Fór að S6, fór 7. Ég held að myndi vilja aldrei þetta sípa eitthvað nefnir sko. Ég held kannski, nei. Ég held kannski leikik, nei hann er bara H4. Jú, er þetta ekki bara að fara að vera eitthvað jættefli? Já, ég bind vonir mína við þetta EP sko. Nei, býtum við, núna getur Hjörvar drepið á... Það er bara D4 og A5, svo þetta er bara fórna rittarinn. Já, það er kannski ekki verið alveg sanngjarnt svona, miðað við svona fyrstu 40 leikina, hvernig leikar H4, já, svona miðað við fyrstu 40 leikina, það áttu kannski ekkert skilið að vera einhverju tapættur, sko. Já, ég meina hvað er sanngjarnt og hvað er ekki sanngjarnt í skák, hann hefur væntanlega gert einhverja vitleysu um Hjörvar, þannig að... Já, sko miðað við fyrstu 40. Já, nákvæmlega. Nei, það er síðast áleikurinn. The last blunder loses. Þegar maður sko, því fyrr sem maður átt að segja á því að skák er leiðinleg, því betra. Ég veist að skák ætti að vera eitthvað skemmt. Já, nákvæmlega sko. Ég verði þetta í svona tímarhæk í gær sko. Tjóðlega er að stressandi maður að fá engan hérna. Ekkert eftir 40 tíma til 40 sko. Það er bara fastur í einhverja ógeðslega tímarhækir sko. Já, þú náttúrulega í svona tennstöðu sko. Þú hentir frá þér öðlingatitlunum með því að taka einhverja yfirsettu sko. Ég fatt ekki mótið að vera að byrja. Ég var bara með svæðinu og fyrst eftir að byrja þá hugsaði ég bara, hei, hvað er ég ekki með? Já, tekur bæ í fyrsta kostaði mig eina sensin sko. Svo var ég að taka eitt bæ út af vinnu og þetta var fín með, bara 5 Já, þú vannst 5 skákir 5 fína skákir, nei, eitt jættefli við Kjartan Frenda 5 fína skákir og 5 fín elostig Já, stig á skák Stig á skák Jú, það er bara að tefla 100 skákir Vá Það sýnir nú hvað er erfitt að Þú mætir í eitthvað mót, hefur kannski sko svakalega mikið fyrir því að vinna bara sterkan 2-1 mann eða eitthvað? Ég hefði alveg getað gert jafntefli og tappa nokkuð með þessu skákum sko, þetta hafi svona verið ágætis kontról þannig sko, það þarf ekkert mikið sko til að... Þetta er svo lítið reward oft sko, eins og segjum að ég sé að tefla á Reykjavík Open við einhvern sko indverskan 1900 stiga mann sem kann allt utan og ég, þú veist, ég vinn, græði ég 3 stig eða eitthvað. Tappa ég 18 stigum, jafntefli og tappa ég 7 stigum. Davíð vann móti, hann vann allar 5 skákirnar sem hann teldi, hann græddi 7 stig. Hann er enda með heilmikið lægri stuðul en ég, þannig hefur nátt 24. En samt, þú sér það, bara 7 stig sko. Býttu hann með K10 og þú ert með K20. Ok. Er K15 ekki til það? Það var einu sinni til, en það var breytt í 20 fyrir nokkrum árum. Ok. Eða akkurat þegar ég byrjaði að lækka smá sko, þá lækkaði það K20. Já, þetta er náttúrulega greinilega samsæri. Þetta er samsæri? Gegn þér sem persónu. Komið með K20 og COVID, það er allt gert til að stoppa mig að ná einhverjum titli hérna. Já, ég er ansið hræddur þetta sé að fjara út hérna þessi skák. Já. Gæti jafnvel sko eftir hrókut upp D4 má ég einfaldlega þetta svona ég ætla þarf ekki að gera það en kannski er þetta einfaldast og svo bara drepa
En þá þarf þetta þjást í svolítið margar leiki í uppátt. Mjög athyglisvert að Helgi Ás og Margeir teldu þarna 2020 í landsliðsflokki og þá var Helgi með Hrók og Rittara móti Hrók, sko. Já, ég man eftir því. Og hann, teldi bara í 50 leiki held ég, sko. Og Helgi sem sagt hafði lent í þessu, sko, gegn Margeiri áður með skiptum hlutverkum, sko. Og þá hafði Margeir enda pínan. Já, þannig að hann mér minnir að sagan hafi verið þannig. Og svo tefli ég með Margeir í lokaumferðinni, tefli þessa fínu skák, enda með Hrók og Rittara og Margeir með Hrók. Og ég leik tveimur leikjum og býð síðan ég til. Já, í fyrsta lagi náttúrulega ekkert mál að halda þessu. Já, og í öðru lagi var bara fer með Hrókinn og leppa Rittara. Hann var búinn að gera daginn áður. Já, og svo var hann bara frekar feskur á því. Já, Margeir mikið í því að tefla sömu skákina með skiptu rítum þess að Já, einmitt. En sko enski leikurinn eins og Margeir teflir hann og Accelerated Dragon. Þetta náttúrulega bara sama byrjunin, þannig séð. Já, það svo séð. Ég einhvern veginn hafði ekki velt í fyrir mér, sko. Það áttu nú að sjá snemma í bók Mikael Marin í mennskaleikinn. Já, ég hef ekki gert svo menntaður. Það er mjög góð bækur. Jafnveg þótt að teóriðan sé úrelt þá er þetta mjög góð bók til að bæta sig, hann er með svo góða svona skýringar og svona rökréttar línur um hvernig mann bæta stöður og svona. Þeir eru alltaf djúpt í línu, sko, en mjög góð bók, sko. Já, góður höfundur. Ég bara alltaf vitna í Ingvar Þór Jóhannesson fyrir nokkrum árum, sko. Náttúrulega sniðugt í þessum byrjunarbókum að byrja að skoða vel feitletruleikina, sko. Það er ekkert að missa sig í hinu, sko. Það er rétt. Ég held, sko, að ef menn að kaupa einhverja teóriubækur, sko, ekki fara að missa því í einhverjum subvariation, sko. Nei, menn gera oft í mistökinni að byrja á blaðsíðu 1 bara og alltaf skoða allt, sko. Já, byrja á blaðsíðu 1 og það er kannski variantur sem þú færð, sko, aldrei. Já, akkurat, sko. Þeir eru reynda að gera þetta sumir, sko, höfundar og Chessable. Já. Að fyrsti kaflinn er bara, sko, mesta teóriin. Segjum að sért bara með Nædal eða eitthvað, bara fyrsti kafli enska árásum. Gamla þetta var alltaf þannig að mér byrjuði alltaf á svona einhverju sætlan, sko. Það minnst það óröggreitt, sko. En hér er komin ábending frá Gunnari Bjössinni og hún er svo að það er góð aðstaða fyrir áhorfendur og mjög góð reyndar, segir Gunnar. Þannig að við hvetjum fólk til að kíkja austur, til dæmis helgina, umferðir byrja 2. Austur fyrir fjall. Já. Það er rétt að fá sér pilsu þarna rétt hjá og svona. Það er ýmislegt í boði. Það er stoppað í Ísbónu Hvergeri. Já. Styrkja þar íslenska skák sem þjónustu. Já. Það er jafnvel hægt að vélega þannig að maður getur sótt skákbókarleiðinni. Þetta er kannski hugmynd að tilboði Ís og bók. Ís og bók? Já. Já, það er spurning hvað við nennum að setja yfir þessu. Þetta nú að vera heldur. Já, það pegir nú kannski eitthvað máttlítið. Er þetta kannski bara aftur að vera aðeins betur á hvítt eða? Já, ég er náttúrulega engan skilning á skák, sko. Geti ég drepp bara A5 og komið aftur á C4 og sagt bara, hei, nú er ég með aðeins betra. Já, voðalega voru eitthvað bjartsýnir áðan fyrir Þröst. Já, ég ætlaði bara að fara að fórna manni til að geta bara hvítt, en nú... Já, ég held að Hrókur E3 skák hafi verið mistök. Af því að þú gefur hvítum færi á að skemma þetta fallega E-peð, sko. Já, ég vildi bara drepa hana E4, þetta er C4, kongur C4, þetta er bara A5 og svo bara... Já, þá er hann í H4 mér sér, þannig að... Ef við skoðum, já, Hrókur E3, ef við skoðum svo fórum með á hann hérna, vantilega hér og hér. Það verður ekki að leika H5, en ef við drefum A5, þá drefum við bara H4. Það er kannski Hrókur C7 leðilegur, það er kannski það pointið. Það er þannig. En ég meina,
Er þetta einhver alveg hótel, leikur ekki bara... Biskup D8? Já, en ég var að spá í bara E4 sko, má það ekki líka? Já, það er hann í biskupinn eftir Já, þetta. Þessi sýnismynd myndi að vera magnaður. Þú mátt drepa á C6 og leika síðan fókur A6. Magnaður er kannski ekki rétt orðið, við erum allavega komið drastlega stað núna. Ok, það kemur C4, þannig að það er framhjálp hérna alltaf forst sko. Það þynga framhjálp sko, eða má? Já, það spyrir hvort að... Nei. Já, C4 forsirar... Nei, jú, það gerir það. Ég var nú bara vitni í Erik Rosen sko, þetta var ekkert dýpra en það. Nei, af því að það ekki... Það skaka biskupinn af... Já, það er rétt. Já. Ok. Svona tefli ég góða skákir, ég ramba svona á réttur leikina á þess að... Þú varst bara að hugsa eitthvað, C4 er eitthvað Rósen tilhörnun og svo var það bara að þynga svona langbesta leikurinn. Svona vinn ég skákir. Framhjálp, skemmtilegt. Hvað varst að hugsa til þennan leikvöldi? Já, bara... Eitthvað. Ég átti einmitt samræðar í gær við ákveðin skákmann sem er kannski frendi mig líka. Það svona þegar maður teflir skákir og er að skoða þær eftir það. Og anstæðingurinn er bara að hugsa eitthvað allt annað, sá ekki neitt og allt annar pælingar sko. Já, maður hefði getað sko lagt einhverja gildru sem maður... Já, og maður hættir við eitthvað og já, það þarna, já, ó. Yfir 20 mínútum með að hugsa einhverja leið, já, þarna. Já, var þetta hægt? Já, ég var að leika þarna svo, Þannig að það er oft, það verður gaman stundum heyra hugsaðum hann er náttúrulega hérna skrifað þetta hann hérna Michael Adams í þessari bók sinni. Já, mjög góð bók, ég keypti hana. Hann skoðar hérna hugsunarhátt missterkra skákmanna. Þetta er að verða mjög mikil auglýsing hérna fyrir skákbúðuna. Hér eru við með Monrad-spjöld, Ólafur. Hér er heitir það ekki þetta. Nei. Unglingameistar á Íslands 1990. Já. Nei, hvað ramba ég hérna? Ingvar Jóhannesson, Bragi Þorsteinsson. Já. Er þetta landsmót í skólaskák eða? Unglingameistar á móti Íslands. Já. Herri, ég verð að skoða þessa skák. Hér er eitthvað plagg sem er örugglega teiknað af Óla Há sko. Já, herri, þetta er fagnaða fundir. Ég náði sko Óla Há með blýantinn og gleraugun sko að teikna töflur sko. Unglingameistar móti Íslands 1990. Rúnar Sigurpálsson í 29. sæti 32. Nei, þetta er bara starting rank sko. Já, ok. Það fekk 4 hálflendi í 5. sæti. Ok. Ég fekk 4 hálflendi í 13. sæti. Ok, í hvað sæti var Jón Viktor? 4. Sigurvegari var Hannes Líf Stefánsson með 6 hálfleiningu 7. Já. Annars sæti Helgi Ás Gretarsson 5 hálfleiningur. 3. sæti Sigurður Sigfússon 5 hálfur. 4. sæti Rúnar Sigurpálsson 5 hálfleiningar. Þetta er ágætis árgangur sko. Já. Það er kynslóð. Kynslóð, já. Einar Hjalti er hann á. Arnar Gunnars, Magnús Björn Þorfinns, Bergsteinn Einars, Magnús Örn, Hrannar Baldursson já, þetta er svo gamalt. Nokkri téringar hérna, Atli Antons og Kjartan Lokk. Torfi, Hlíðar, Þórir. Bragi Þorfinns, Pallagnar Þórarinsson, Snorri Örn Arnarsson, hann er körfuboltaþjálfari. Það er Matthías Keld, Magnús Teitsson. Ég er bara ekki frá því að ég þekki, ég er bara vinur þessara manna á Facebook sko. Já. Ég gerir jafntefli við Magnús Örn, ég vinn Hrund Þórólfsdóttur. Ína Björg. Systir hans Þrastar Arnarssonar. Já. Ég tapa Rúnari, þetta er náttúrulega vonbrigði. Já, þetta er nú ekki alveg nóg gott. Það er með 2045 stig, hérna, hvað er ég með? Það er ekki stig hérna. Ég vinn Þóri Ben, tapa fyrir Matthías Keld. Fengi á því að líkinsvörnina maður. Jafntefli Pál Agnar, svo vinn ég Braga. Gaman að segja frá því. Þetta verið svolítið lítill hana.
Þetta magna. Skáksögufélagi hér á störfum. Já. Hvað er ég að tefla hérna? Þetta voru þeim tíma þegar menn kunnu að skrifa skákina sínar. Já. Og núna þarf fólk ekki lengur að skrifa, þannig að það er bara hægt að kunna það. Það skrifar enginn neitt í dag með penna, sko. En þetta er 20 ára yngri, sko, þannig ég er 13 ára. 1655 stig, bræði með 1455. Ég er að tefla hérna. Já. Já, við kannski einbytta okkur að skákfresti. Nei, við erum að hugsa um hvernig þú stóðst þig hérna. Já, ég ætla að skoða þessu skák eftir að útsendingu lokinni. Að útsendingu lokinni. Getur verið gaman að endurleiki hérna YouTube-ferið minn og skoða þessu skák óséð. Sjá hvernig ég teldi 13 ára. Já, algjörlega. Og því ég lengi verið að, já, ágamlu skákirinn ekki þar einhverju möppu. Ég man aldrei hvað, sko. Þetta er bara einhverjum kassa eða eitthvað, sko. Já. Ég náttúrulega tók brjálaði alla leið og ég er með mína möppur merktar eftir árum og mánuðum, sko. Þú vil vera gaman að finna þetta og skoða svona eldgamla skákir. En herðu, já, ok. Veitu, hérna er Kristján Eðvarsson, hvað segir hann? Ég vann svona skákinn Stefáni Sigurðarson í Reykjavík Open árið. Og mjög stoltur, hann sést Hrókur Riddaraginn, Hrókur Riddaraginn, já, sem við tölum á hann. Hann krafðist jafnteflis 30 leikjum áður sem var hafnað á skákdómara. Hann gat ekki sofið til skákina og komst að því að skákdómar höfðu gert mistök og vinningurinn var dreginn tilbaka. Þá hafa sérst vantalega verið 50 leiki. En má það svona eftir á? Nei, ég meina, verður ekki dómarinn bara að lifa með sínum mistökum? Er þetta ekki bara eins og fótbolta og körfu? Þetta afturvirkja úrslit, sko. Nei. Þegar báðir eru búin að skrifa undir blaðið. Akkurat, sko. Ég lenti einu sinni í því að það voru teknir einhverjir 5 leiki tilbaka eða eitthvað. Já. Þá hafði anstaklega með leikið 2 leikið röð, sko. En það var alveg óvart, sko. Og ég lenti einu sinni í því að ég skákaði með hrók á C8 upp í borði og andstæðingum minn átti einn leik, biskup F8. Og eftir biskup F8 þá er hann með aðeins betra. Þetta er maður sem er miklu stigalegri en ég. Hann er bara undirbúið sig að gefa skákina. Eða sem sagt, hann var alveg að fara að íta klukkuna og skrifa blaðið úrslitin að hann hefði verið mátt, sko. Svo svona, leikur hann. Já. En stopp maður sér. Frestu getur þinga í jafntefli með þetta er bara B2 og A4. Já. Að því gefna hann telja að DP gefa hann enga möguleika. Að því ef hann tapar því að það kemur ekki á stað, getur leikur Riddar C4 eða eitthvað. Nei, nú ert að fara með fleipur, sko. Biskup B2, Hrókur C7. Má það. Þá verður leika kongur D8, þá leika kongur D6, þá kemur Hrókur C6. Já, ég vinn samt A4. Já, ok, þá ertu bara að vinna, ok. Ég ætla bara að drepa þetta P hérna og þá fáum við þetta endurtal sem að þú varst að tala um Hrókur Riddari. Já, það er rétt. Þannig eru ánægð með þessa aðstöðu, segja þetta sé bara eins og supertournament. Já. Já, það getur nætturlega, það er skemmtilegt. Það var alveg margt í þessari skák, sko. Þess að svona jafntefli ekkert leiðilega, sko. Nei, algjörlega. Þú veist, þetta var skvítið var að sækja og alls konar möguleikar og svo gætt svart að tekja jafntefli og sagði nei, ég ætla að vinna og svona skemmtileg svona. Ég var að hugsa Hrókur Hátir, hann kemur bara eitthvað í C4. Já, þá einmitt, já, hann gerir þetta. Já, það er bara remís. Já, hann dreipur ekki eins og hann þarf að reyna að hanga á A-peðinu. Já, það er ekki alltaf hægt að forna á það bara. Hann gæti þess vegna leikið biskup C4 núna. Já, okkur ekki. Þá hugsa ég að Hjörvar hafni líka. Sem sagt, ef dreipið, þá dreipið við náttúrulega P eða A4 með hróknum. Þannig að ég hugsa að myndi hafna því aftur og
og leika hér. Þá er þessi onni Ólafur og svo fellur þessi. Og þetta er auðvitað jafntefli því að við bara náum alltaf að fórna þessu, en þetta er svona smá, getur aðeins pínt. Já. Svartan, sko. Þetta er svona leiðilegt að þurfa að verast í þessu. Þetta er svona kaffibollastaða. Nóg af G. Ja, þeir eru búin að skiptast á að svona ákveða hvor er að vinna, sko. Þannig að H4 var í reddinu, sko. Þetta er mér. Býða aðeins, sko. Róku dietur, sko. Aðeins sjá það. Svo kemur þröftur núna Kristur Björn. Þetta er mér. Það er okkur dýr, sko. Býðum aðeins, sjáum þetta aðeins. Já, ég hugsa að vinnur okkar Vignir Vatnari eftir að naga sig alvarlega í handarbökin. Já, hann er náttúrulega bardaðamaður. Hann kemur sko... En hann alltaf stóð til vinni sem er svörtu móti næstigasta manni mótsins. Já, það er bara búið. Hefði sett sig í þvílíka aðstöðu uppi áfangan, en eins og segir, það þýðir ekkert að... Ég fór nú að hugsa sko varðandi Vigni að sko áfangin kemur alltaf einhvern tíma. Já. Það er ekkert stórmál hvort það gerist núna eða seinna. Ég var alveg að hugsa sko, þetta er náttúrulega tækifæri fyrir hann að stimpla sig svolítið rækilega inn bara með því að reyna að vinna þetta mót. Sko. Já. Því mér finnst hann er í sko mestri æfingu fyrir utan kannski, Hjörvar kannski teflið talsett við sterka menn sko, en Vignir er náttúrulega tekur mikið þátt í svona lokuðum flokkum undanfarið og svona. Já. Hann mæti með svona mestu taflmennskuna á bakinu sko. Já. Inn í þetta mót. Klárlega. Og Hilmir og Alexander er ekkert langt undan hendur. Búin að tefla gríðarlega mikið. Algjörlega. Á þessu ári. Ég tilnefndi Hilmir sem svona ákveðin jóker á þessu móti. Ef allt gengur upp að þá geta hann alveg bara verið í baráttunni. Ég er líka með sko, ég veit hvert hlutverk Alexanders verður þessu móti. Alexander mun sem sagt eyðileggja mótið fyrir svona 1 til 2. Okay. Hann mun sko... Ég setti það á Hilmir. Já, sko Alexander mun vinna einhvern sem er með pálmann í höndunum. Okay. Þetta er svolítið skemmtilegt hlutverk sko. Ég held getið allir, Símon, Alexander. Já, algjörlega. Sérstaklega Hilmir náttúrulega getur bara unni mótið ef hann er stuði. Já, ég minna þetta er maður sem hefur unnið 26 mann sko. Já. Bara með Einari sko. Með Einari sko. Svo sé 5 minútur, sé 6, smá á það þetta. Hrókur E4 Þetta er stránálfa. Það ætti nú að vera vendanu vaxinn. Já. Já, þetta var sástu klokkan hjá Guðmundi. Hún var bara skelfileg. D5 var alveg hrikalega slakkulegur. Já, mér fannst einhvern veginn framhaldið var svo straight forward. Nema hann sjá ekki rittir í G5. Já, einmitt. Þetta var nánast þinga bara, E5, það dreipið E5. Þetta er líka svo fyndið, jafnvel þótt hann ekki rittir í G5, bara dreipur á SS með rók. Já. Þetta er samt bara betra á Já, það er sem skoðað fyrst, mér fannst það betra á kvikt, en svo náttúrulega bara rittir í G5. Það var dauður. Já, það er eitthvað, missist eitthvað sko. Já, en ef þú leikur eitthvað svona leik, það er svona fast... Þú veist, skoðum þetta nú svo fólk sjá hvað við erum að tala um hérna. Þurftum að fá þetta mót á hérna á Leadchess, þetta er sérspúin að koma svo ógeðslega hægt sko. Já, mér finnst bara interfacei á Leadchess er bara alveg sko frábært. Svo smúð sko. Nei, ef þú leikur svona leik, það er svo þarft þinga eftir 2 leiki að setja riddarinn að G8 eða E8. Það hlýtur eitthvað að því framhaldi sko. Já, en má ég samt spyrja einu sko. Riddarinn G8, þú veist, halló.
Sko í svona struktúr, Já, af því að þetta minnir svolítið á svona þessar lokuðu síkilegunarstöður, já. hefur ekki svartapeð og E5 og undirbýr F5, það ekki það sem hún gerir? Jú, það er náttúrulega spurning hvort það hefði átt að... Jú, það er örugglega fínt, sko. Og þá er kannski alltaf líka að hafa skipt upp á þessum svartadæðbiskupum, sko. Að því sko Já, bara eitthvað svona á F5, sko. einmitt eins og sko ég náttúrulega tefli eitthvað svona sull sjálfur gegn siglegur og þá væri ég í þessari stöðu, ég væri svolítið hrifinn að ég hafa hvítapeðið mitt á F4 Já. en það er þar ekki, þannig að hvað gerir hvítur eftir bara E5 rittari H5, svo getur bakkað með rittarinn á G7 og svo leikið F5, eitthvað svoleiðis? Já, ég meina bara, við erum bara að fara að leika F5. Já. Bara passa, ég veit ekki hvernig rittari D5. Og alltaf með eitthvað til að slá á D5 og svona? Já, getur mörgan dreifum biskup, sko. Já, það er allavega ekki D5, sko, það er asking for it, sko. Ég asked for it, Heyrðu, hann er að skipta upp á hrókum. Þá er þetta nú syngjandi dött, við getum bara fengið á hérna. Damman er búið. Þá er þetta afmæli búið. Það var 50 boltinu og nýbúin á pumpi hann. Heyrðu, Ingvar, ég ætla að leyfa þér að slúta þessu einn. Já. Þetta er nú farið að Jæja, það er nú ekki mikið eftir hérna. komið að enda stund held ég. Já. En ég þakka fyrir mig. Já, herru, takk fyrir komin út fyrir mig. Sjáum síðar. Já, eins og við segjum, þá er þetta nú að síga á seinni hlutan hérna í þessari fyrstu umferð. Og já, við erum alltaf búin að fara vel yfir flesta skáki dagsins og kannski nennu því ekki aftur. Hjörður mun vantanlega bara að leika hérna A7. Svarta fórn og biskupinu fyrir peð og skákin er umsjöðanist jafntefli eftir þetta byrja A7. Það er eiginlega ekkert hægt að reyna. Kóngurinn kemur hérna á C7 og þá erum við bara með þessa línu under control, sem að segja, sko. Það tekur í vall að reyna nokkuð skapa á hlutina. En ok, hann svona reykur nokkur leikjum, það er svo sem ekkert að því þannig sé. En já, og skákirinn í dag fóru þannig að Héðinn Steingrímsson vann mikilvæga sigur á móti Vigni Vatnari. Mikilvæga sigur, en hann var ekki auðveldur, hann að klára skákina. Hann var ekki auðveldur þar sem að Vigni teldi skákina mjög vel fram hana, en missið af nánast röknu vinningi og leggur þessi stað mikið á stöðuna í 38. leik og þarf að gefa eftir 41. leik hvíts. Það var mjög grátlegt tap fyrir Vigni. Samanskapi Héðinn vantanlega mjög ánægður. Hannes vann tiltölulega auðvitað sigur á Guðmundi, eina fyrstu skákunum að klárast. Guðmundi leik hann að glannanlega leik í byrjuninni og það var ekki aftur snúið eftir það. Alexander Oliver tapaði fyrir Hilmi Frey. Þetta voru skákina sem enduðu með vinningi. Og skákina sem enduðu í jafntefli voru Símon Þórólfsson gegn Braga Þorfinnsssyni og þessi skák hér sem er mynd hjá okkur Hjörvar Steinn gegn Þresti. Skemmtileg skák. Mér sýnist að vera stúdar eitthvað á stöðu þarna. Það var nefnilega mjög skemmtileg skákja. Það eru greinilega krefjað þarna eitthvað augnablik þar sem annað er að benda á að eitthvað hefði getað mátt betur fara. En já, þar með líkur fyrstu umferð á Íslandsmótinu og framöndan er bara veisla. Það er telt á hverjum degi fyrir utan 28. og 29. Umferðir hefjast klukkan 4 nema á frídögum og helgar. Þannig að morgun er umferðin klukkan 4 og við ætlum að vera að fylgjast með í öllum umferðum og bæti eitthvað í hérna
í þessar útsendingar að taka til hérna og já, vonandi bara fylgjast með okkur og ég ætla að reyna að fá góða gesti líka Jón Viktor, Sigurbjörn og menn svona sem eru lausir og við förum í gang mála þannig að við skulum bara segja þetta gott í dag og við sjáumst aftur á morgun og næstu dögum. Takk fyrir.